Það er Black Magic Woman. Við erum komnir í útsendingu held ég. Komum við sæl og blessu öll sömul. Brynjólfur Skram hérna. Með mér á línunni Ingi Þór frá Akureyri. Vertu blessaður Ingi. Góða kvöldið, góða kvöldið. Og Velkomna to Italia. en þið takið líklega eftir því, kæru gestir, að við erum ekki í mynd í dag. Við erum enn að eiga við smá bras með tækja búnað og læra á þetta allt saman og í dag það var einhver uppfærslur og stillingar fór út úr gluggan en við tökum því sem vera ber og núna hérna sestu hliðina á mér líka Danni hann er að setja á sig mikrofóninn og þetta verður bara svona old style útsending í dag. Danni Vafáta heitir hann. Danni Vafáta og við erum þess bara núna komin hérna í lobby hans Guffa sem við erum mætt til Ítalíu. Það erum við að keppa á þeim margfrægu Monza. Nákvæmlega. Þú ekki með fjallstyrkuna? Ég er með fjallstyrkuna, jú. Ég vil kíkja út á braut. Nei, það ekki. Þetta sjá hann Gunnar Agnarsson. Nei, Ágússon. Þess ekki. Hann er á F-Type Jaguar. Mjög öflugur bíll á þessari braut. Sem vita að vorum í kameru hann að fá beint í gegnum myndalina fyrir okkur. Nákvæmlega. Sjá hverju alveg er komin braut. Ívar hérna líka. Ég þarf kannski að leyfa okkur að skoða eitthvað svona upplýsingum og halda þeim lengdum. Já, sínum þessu upplýsingar. Það er náttúrulega bara æfingar í gangi núna, þannig að þetta er ágætis tími hjá Gunnar. Prófa að halda henni þríhyrningi. Halda henni þríhyrningi, pröfum það. Já. Súmar á bílinn, sko. Kemur það meiri effektar. Já, súmar út, já. Þegar kameran er svona það sem hún sýnir kannski bara brautina og það er engin bíll þá að íta þríhyrning og þá er mitt. Það er sniðt. Já. Hérna er hann Ívar. Hann er á Súbrunni. Varstu búinn að kynna hann Inga til leiks eða? Já, við spjöllum mjög lítilega saman. Ok, glæsilegt. Ég held að hann sé bara kannski að fá sér kaffibolla eitthvað. Það er ekki að heyrast neitt í honum síðan. Lítur að vera eitthvað svo leiðis. Já, ég var að stinga hérna tilraunir með headphone og var að setja svona lítil headphone í innræðira. Já. Það heyrist minna í þér núna heldur en rétt áðan. Hvað segir þau? Það heyrist þannig minna í þér núna heldur en rétt áðan. Já, það er líka eitthvað skrítið í hljóði í þér. Já, það verður bara haft. Svo er hérna náttúrulega 4 sigrar, 4 keppnum. Davíð Rúnar. Þetta er jöfnunar. Já, er þetta ekki bara nýtt met að sigra fyrstu 4 keppnum á tímabili? Já, Kári á nú þegar metið að hafa með 5 keppnir í röð. Já, en hann opnaði ekki tímabilið. Það opnaði tímabilið á 4 sigurum í röð. Ég bara er ekki klára. Ég sem með þetta Guffi var nú að tala eitthvað þetta í dag. Það er maður rétt. Ástæða fullar en nokkuð. En ég er nokkuð viss að þetta sé rétt hjá mig. Þetta er svona þegar Davíð verður að Góliat. Hann er nú rétt að koma sér í gírinn sjálf og hann er bara að taka hennar 3. hring og hann setur það 3. hring strax. Hraðasta æfingarhringinn fer niður fyrir 46, 1.46. Já, sætt. Það er ekki allra færi að fara niður fyrir 1.46 á þessari braut en þetta getur hann virðist að ég bara nokkuð létt með þetta á Súbrunni sinni. Og líka með nánast fullan tank, sko. Ég hef bara aldrei séð þessa tölu áður á þessari braut. Já, ég byrja að kalla þetta DR-tíma. Já. Það er við Rúnarstímar því að þetta er náttúrulega bara ég sá hann fara á þessu tíma, Ingi. Ég sá 45.9 þessi aðeins betur tíma þetta á medium. Takk fyrir túkall. Já, sæll. Já, en þá var þetta með minna bensín en hann gerði það nú samt á medium. Ég skal segja það. Kíkjum á hverju fyrir hérna brautinni, við vorum búin aðeins að kíkja á Gunnar og Ívar, liðsfélaga hans Davís. Ég lífi bara að geta sló að heyra þetta. Það er gott, ég voni náða að brjóta aðeins niður fyrir morgundaginn. Hérna er Guffi, hann hélt sér við nýja bílinn, Genesis. Hann er á Genesis bílið þau ekki, hann er ekki á Hyundai Genesis. Manstu þetta Ingi? Já, gerir bara hljóðið hjá mér, kom í dundrandi blingo blíðu. Bara hljóðu leiknum og allt að gerast. Takk hérlega fyrir. Já, ég myndi að finna að ég hef gleymt að redda þessu. Þetta er vantilega komið hér. Já.
Nú heyri ég mjög vel í ykkur báðum, þannig að það er Glæsilegt. vonandi bara að það skilir sér líka hinum einn. Já, glæsilegt. En já, þetta er Genesis. Já, Raggi, þetta er ekki Hyundai Genesis, þetta er Genesis Genesis. Þetta er bara Genesis. Já. Hyundai Genesis er eldri bíllinn og það er hann liðsfélag hans, hann Kári. Guffa, hann Kári er á Hyundai Genesis. Já, smá fráleiksmóli, Phil Collins var í hljómsveitinni Genesis. Svona, Já. Genesis. Já, mér veist vel á þetta. Þetta er skemmtileg braut og hérna, það er hægt að stunda skemmtilegan kappastur á Monza. Það býður upp á alls konar draft og skemmtileg heitt og stór hættulega fyrstu beygju, þannig að þetta getur verið mjög spennandi kappastur. Já, fyrsta beygjan, þar viljum við sjá eitthvað aksjón núna, sko. Það er búið að vera ekkert aksjón í neinni fyrstu beygju núna í allir úrvalsdeildinni. Hér viljum við sjá aksjón. Það er allir búin að vera svo hræddir út af þessum heavy damage, eða sérst að skemmtir eru svo rosa dýrkeyptar í úrvalsdeildinni. Já, gæti verið það, sko. Betra að fórna einni sekundu þar heldur en að fara inn í pittin til þess að laga bílinn. Nákvæmlega. Það er bara Já, ég held að segja engin braut á kalendarinu sem að er eins alræmt fyrir fyrstu beygju og Monza. Nákvæmlega. Það er líka, það er engin smá fyrsta beygja, sko. Hún fer í meira heldur en 90 gráður. Hann fór bara inn í pittin hérna í miðjum hliðum. Hannes Já. kominn, Íslandsmeistari Fólk sem fylgist með formúlunni, mann nú eftir því þegar að Max Verstappen og Lewis Hamilton fóru þar saman í fyrra Já, svona 18 og pluss Max Verstappen endaði ofan á Lewis Hamilton. Já, 18 pluss, eins og ég segi. Það er ekki alveg að vona að það verði eitthvað svoleiðis, sko. Það væri fullt langt gengið þetta. Já, ég held það, en kannski eitthvað smá krydd. Sjáum hvernig fleiri á brautinni, við skulum kíkja niður listan og Guffi hérna og hérna er hann Agnar Mettur á MS-bílnum AMG. Hann er búinn að koma svolítið, vera vel og svolítið á óvart fyrst mér, hann er búinn að vera nokkuð stabíll, hann er, ég veit að hann er í neðri pakkanum en hann er samt að keyra bara ágætlega. Mjög öflugur ökumaður. Og hann er í góðu liði með Jökli og Jökull náttúrulega við vitum hvað hann hefur ef hann fær að vera aðeins undir hans væng. Beygjur og bremsupúlta og yngjöf þá getur náttúrulega bætt sér mjög hressilega. Akkurat. Svo er hérna kominn Hafsteinn. Hann er á Porsche. Porschen, það er búinn að vera uppfæra Porschen svolítið undanfarið. Hann er orðinn mjög sterkari en hann var. Hann var rosalega hægur á beinuköflunum. Hann er ennþá hægari en flesti keppinautar en það er búið að draga mikið saman. Porschen er mjög góður bílspor, mjög góður svona all-around bíl. Mjög góður í beygjubrautum. Þetta er kannski ekki sterka brautin hans hérna. Þessi brautar sem er mjög mikið af beinuköflum og mjög lítið af beygjum miðað við lengdina á brautinni. Já, en hann er nefnilega orðinn núna sko, hann er MR-bíl, hann geti farið aðeins betur með dekkin heldur en FR-bílanir. Þess að hann er með mid-engine, bílinn, mótorinn er í miðjunni á bílum. Og hann fer þá, hann brennir dekkjanum öðruvísi, dekkjabrennslan er hérna stórt atriði á þessari braut. Þú verður að taka svo mikið að hægri beygjum að vinstri hlið bílsins, hún brennir dekkjanum mikið hraðar. Ég get ekki séð betur en að hann sé bara að spæna upp afturdekkinu hérna. Já, ég get heldur ekki betur séð heldur en að Davíð Rúnar sé að fara að bæta tímann alveg hvartið. Já, það, kíkjum á Davíð Rúnar. Davíð Rúnar. Hvílík keyrsla á drengnum. Beint á middalinn fyrir okkur. Já. Já. Ætti alveg 0-2. Hann var alveg 0-4 upp á tímanum áðan, sko. Hann tappaði á síðasta Þessi 767, þetta stendur fyrir hreyfilinn sem hann er með í bílnum. Það er hreyfill 767 í þessari Subaru sem kemur svona rosalega áhrif. Það er eina skýringin. Svo er líka alveg verðt að tala updateið sem var í leiknum. Það sem hafði smá áhrif á dekk og síðan voru breytt ekki stillingunum fyrir þessa keppni og hraðanum á áfyllingum þannig að það geti sett einhver strik í dekkjaval hugsanlega, við vitum það ekki, það eftir að koma í ljós. Já, það má kynna það. Það voru reglubreitingar innan GTS-I að við ákveðum að gera sem sagt bensínsparnaði aðeins meira, gefa meira vægi
tekur að talsleika tíma. Við vorum með 10 lítrar á sekúndu í áfyllingu og vorum komin í 3 lítrar á sekúndu, þannig að það var að hægja töluvert á því og 70%, þannig að þeir sem kunna að fara vel með bensinið eru kannski ekki alveg sama hraða, þurfa kannski bara að halda í manninn fyrir fram að sig og svo bara rjúka í framúrunum því að þannig þarf ekki að taka eins mikið bensín. Ég held að getur munað nokkrum sekúndum á pitstopi eða þú þarft ekki að taka eins mikið bensín. Það er mörgum. Ég get sagt að við gerum eina pröfu það sem að ég og Gunni keyrði semst, hann keyrði gírana út, ég skipti semst aðeins fyrr og á 4 hringjum var komin í 3 sekúndur. Já, þetta er því. Þannig að það getur munað minna og hérna reynda að sjá Jón Ægi sem er líka á Porsche. Ég veit að hann er ekki bjartsýnn árangur í dag. Hann var allavega fljótlega eftir síðustu keppni og vorum aðeins að renna í gegnum þessa braut. Þá sagði hann vildi nú bara klára þessa braut sem fyrst og hugsa næstu keppni eftir þessari. En hann með góðum axel, hann er mjög góður ökumaður og hann heldur sér á malbygginu og keyrir sem maður. Þá held ég að hann getur alveg eitt að svona þróa miðju, maður veit aldrei á góðum degi. Nákvæmlega. Svo er maðurinn hérna með okkur aðeins að tala þennan mann hér. Ég veit ekki hver að fara að öðra Davíði og jafnvel Ívari á þessari braut, Súbrunni þar að segja. Og náttúrulega þeir, það má náttúrulega ekki taka það frá því hvað ég veit að bílum gríðarlega vel, sérstaklega langt á Davíð. En ef það er einhver þá held ég að Jökull. Þó ég veitir henni ekkert það, ég er ekki búinn að sjá neina tíma með honum. En herru, vá, sjáu í Davíð Rúnar. Ég ætla einmitt að fara að segja, eru það að sjá tíman? Þið ekki að grínast maður. 42, hann er að fara að detta í 44 þessi maður, hvað? Hann er sekundur hraðari heldur en næsti maður sem er Gunni. What the? Ég fæ bara gæsar og sjá hennan tíma. Ég er ekki að grínast. Ég ber vitni. Við þurfum bara að fara að búa til sér deild fyrir Davíð Rúnar. Þessi DR-tímar, það þarf að setja einhverja refsing á þessu DR-tíma. Þetta er bara eins og blauð tuska í andliti, sko. Maður bara, what? Setja smá handicap á Davíð Rúnar bara. Já, taka golfreglur. Það fær bara handicap á sig. Ég ætti þurfum bara að láta rannsaka bílinn og setja í keppnina. Hann lítur að vera með nýtbröð og hvað maður. Við erum eiginlega bara að horfa, við erum eiginlega bara svolítið að hoppa í borðinu hjá honum. Hvernig líst ykkur höfðarlega, hvernig fer hann að þessu? Já, það er ekki, já, þá fer hann í pitt náttúrulega. Það væri nú ekki vitlaust að horfa á hraðasta ökumannin til þess að læra eitthvað smá. Já, ég ætlaði að gera það í mitt. Það var bara að fóra hann í pitt leiðu, skipti yfir á. Gunni er þá núna hann er næst hraðastur. Það er rosalegu tímistrakar. Já, þetta er svakalegt sko. Þú veist, vá. En þetta er einmitt brautin sem að Súbran er sennilega hvað sterkust í. Við erum að tala um að... Enga síður sko, vá. Já, þetta er náttúrulega alveg þvílíkur tími sko, það er rosalegt að ná þessu og eins og ég segi sko, þessi braut er náttúrulega rosalega mikið af beinum köflum, hröðum köflum og Súbran er sá bíl sem nær mesta endarhraða. Já. Enda PMF. Já, nákvæmlega. Sem betur verður ég ekki að segja þetta. Ég er farin að hljóma eins og góð. Æ, mér langaði bara að glæða þig, Karin. Já, þetta verður spennandi. Ég er líka mjög forvitinn að sjá hvaða dekkja strategíur menn að hugsa fyrir kvöldið. Já, því að það er ekki nefnilega eins borðleikandi hvað dekk maður verður á í þessari braut sem mörgum öðrum og líka út af þessu sko bensínáfyllingum. Pitturinn hvað er pittur langur hérna? Þú eru búin að ská það hjá okkur stokkar? Já sko, eftir að þið breyttu í 3 lítrar á sekundu úr 10 lítrar á sekundu þá finnst manni bara eins og þessi algjör eilíf þegar bensínið er að fara á hann sko maður bara maður telur bara niður að hægt sko sekundunar. Þannig að það skiptir máli, þú veist, hver lítir er bara, þú veist, 0,80 sekundar sko. Ég er aðeins að sýna hennar Robba einmitt, ég spjallaði við hann eftir síðustu keppni og ég sko, hann var svolítið, hann var gríðarlega sterkur í fyrstu deildinni í fyrra, þess að næsta eftir deild. Ég svolítið skora á hann, ég veist hann svona, hann er búinn að sigla lignan sjó, keyra mjög örugt og hann setur alltaf öryggið á oddinn
En ég veit hann hefur hraðan, þannig að ég skoraði svolítið á hann að æfa aukalega. Ég veit ekki hvort hann hefur tekið með orðinu. En ég ætla að leiða mér að segja það að hann verður sterkari í dag en hann hefur verið, vill ég meina. Þessi Corvetta, þinn uppáhaldsbíllingi, hann gríðarlega sterkur á þessari braut. Já, ég var aðeins að keyra með honum í lobby áðan og hann leit mjög vel út. Robby þá eða bílinn? Ég var að keyra með bæði bílum og Robba. Þau eru eitt. Já, hann ég held að hann sé svolítið fired up, strákurinn, og klári í það. Ég vona það. Algjörlega, ég væri mjög til í að sjá Vettun að gera eitthvað aftur í kvöld. Ég er gaman að því. Það eru líka eldað nokkur, hvað getur maður, grásilfur með Robba hérna í síðasta tímabili og hérna Þá bóst á þessum grip. Gaman að sjá gaur sem maður var að keppa í fyrra, standa svo vel. Já, algjörlega. Svo Diego, hann hef ég séð fara undir 1.46. Hann á 1.45 eitthvað tíma. Já, hann líka mjög hraður ökumaður og hérna kom náttúrulega svolítið af bekknum af því að hann var búinn að salta þessa hugmynd en kom svo inn í hérna opnudeitina og kenna keppni þar. Það er svona meira í ganni held ég og fekk svo boðum að fara í fyrstudeildina og þá fyrst fór hann að æfa, þannig að við erum að fara að sjá allt annan ökumann heldur en við horfum á í fyrstu keppninni í opnudeildinni og hann þannig að hann var náttúrulega eftir þetta í fyrra, þannig að við vitum að þetta byrja í honum. En það Já, sem finnst algjörlega. ekki athyglisvert við þetta sé verða svona þegar ég og þú Ingi, við erum að keyra á sama grip og hann að stýra þarna. Ég ræði ekki við svona tíma, ég hef ekki komist undir 1.46. Þetta gerir hann á sama grip og við erum að stýra. Já, Þannig að hann já hraðastur ég er ekki Jaguar eins og maður nálægt ég að vera komin undir 1.46 sko, ég er nú bara að berjast að komast í 1.46. Já, minnst vel á það. Það er greinilega að fara aðeins meira. Já, ég vorkin ykkur ekki neitt, sko. Nei, við byggjum engum ekki með einu vorkun, það einmitt í hinn áttina að skuta niður. Já, ég berst við að komast niður fyrir 1.48 á M3-inu, sko. Já, þú fórst hann í iRacing og þú bætti tíma snarlega eftir það. Já. Já, þú hefðir átt að spyrja út í hennar bíla áður en valdir hann sko, ég hefði alveg getað að gefa þér peace of my mind um M3-inn sko. Ég hef ekkert að móti M3 í raunveruleikanum sko, en í þessum leik þá var ég ekki alveg að höndla hann sko. Ég keppti einmitt á M3 á þessari braut einmitt í þólakstri. Það eru komnir Einhvern tímann hitt í fyrra og hérna hann var pínu að ángra mig. Endarhraðið var ekki uppáhaldið hans. Nei, en hann var nú samt betri endarhraði á honum í sport, sko. Já, vissulega, þannig að ég tengi alveg við hvað þú ert að upplega núna. Ef ég var að kvarta þá getur ástandið ekki verið gott í dag. Nákvæmlega. Þannig að komnir borð hjá Davíð. Kannski reynum að læra eitthvað af þessu manni. Hann gerir þetta alveg upp á 10. Svo átt að sjá líka að Ívar núna komin í annarsæti sínum meira, ekki nema að segja eitthvað sem inn í pitt. Það er einhver í pitt, veit ég. Það eru komnir 12 mannsins með lobbinu. Ég heldur verður 13 á braut í dag. Það var forfallaðist einn áðan. Já, Gulli mun ekki keppa með okkur. Gulli verður ekki með okkur í dag. Hann þarf að mála. Já, framkvæmdir í gangi á honum. Og hans verður bara saknað og hann kemur bara sterkur inn í næstu keppni. Svona er þetta bara. Við þurfum allir að sinna öðru en á að málunu líka í og með. Hann komið inn að parabólan, eða hvað heitir þetta, Ingi? Parabólika. Parabólika, já, það maður að segja þetta á ítölsku. Parabólika! Ég veit að pottet ekki berða rétt fram og ég hafði ekki hugmynd hvað beygjan hét, þannig að bara takk fyrir upplýsingarnar, maður er alltaf að læra fyrir nýtt. Já, maður trúi ekki svo sem að gera brabók á því
En við erum borð hjá Ívari. Þetta var að klára sig keinið fræga sem við eigum von á einhverjum njaski í dag. Viltu ekki borð hjá Davíð? Já, fyrirgefðu. Ég mismunum aðeins. Hvað er einn elkabíll á myndum hérna? Já, akkurat. Ég er bara að horfa á Davíð. Það finnst ekkert að þurfa að vera að segja raun og veru. En Ívar hann er hálfri sekundu tíminn hans Ívars, rétt rúmlega hálf sekunda. Það þýðir að Ívar er komið niður í 45 minna líka. Já, hann er að gera mér rætt. Þetta er alveg rosalegi tímar. Það er alveg sko önnur hálf sekunda í þriðja sæti sem er Gunni, þannig að Elka og bræðurnir eru alltið. Já, þau eru í góðan gír í kvöld, það mætti eiginlega segja það. Já, ég held að fáir munu veðja gegn Davíð fyrsta og 1-2 hlýtur að teljast líklegt. Svona... Já, maður veit aldrei hvað gerist í fyrstu beygju. Já. Ekki nefnilega margt gerð sko. Já, þar hafa nú í reisinn tapast. Það vinnur ekki á fyrstu beygju en það er hægt að tapa á fyrstu beygju. Hún gæti lendi því að koma 5. sæti inn í hana en í fyrsta sæti í úthörunni, maður veit aldrei. Þetta chicane getur verið alveg banvænt en ég hef nú trúið að strákarnir passi sér vel. Það eru allir orðnir svona semi-þroskaðir sem eru að keyra hérna í kvöld. Maður getur bara nátt í algjörða dálislu að horfa á hann akstur. Beautiful. Já, já. Úrvaldi Serraglio. Svo koma þessi hérna S hérna, snöggu S til vinstri. Það er nefnt Ascari. Ascari. Og svo förum við langt straight yfir í Parabolic sem er lokabeygja. Brautarinnar svona í grótar ég var aðeins hérna að lesa mig til. Þetta er chicane kallar Lesmo beygjunar 1 og 2. Já. Þá þessi er Ívar líka kominn. Aðeins að skipta hérna á Davíð, það er komið alveg nóga á honum. Það er hann mann nú samt alveg fá að vera í mynd, hann keyrir svo mikið einn og hann fær ekki eins mikið að vera í mynd eins og hann ákast í skilið. Hann er komið 45.7, 45.9, 45.7, þetta er hann að setja saman hann að 2 í röð undir 46, 1.46, þetta er náttúrulega nokkuð ljóst að þeir eru að fara að verða svolítið sterkir hérna í dag. Já, það vonandi að þetta reis muni ganga upp fyrir hann Ívar, hann muni ekki lendi í einhverjum áföllum sem að komunu neðar, þar sem að hann er búinn að vera að lenda svolítið í því að ná þvílíkum tímatökutímum og geta keyrt rosalega vel og svo allt í einu gerist eitthvað eitt og hann er bara dottið niður. Já, það er líka bara í efstu deilda að öll mistök þeir telja margfalt. Já. Margfalt. Það er nákvæmlega þannig. Og sérstaklega núna þegar við erum með pitstoppin þar sem að taka mikið bensín og eitthvað svona. Já. Svo er allan, ég veit ekki hvort að einhver er pitt, en hérna er Diego. Þessi þriði maðurinn. Þessi þrír þá eru það einu sem ég veit sem hafa farið í 1.45 eitthvað. Og þeir eru að ræða sig þarna þrír eftir seti. Diego er á 1.46, 1.60 og Robby hann er bara 0.031 fyrir aftan hann, þeir eru báðir komnir í lágar 46. Já, þetta segir Diego, ég veit að hann á inni 1.45 eitthvað. En svo náttúrulega líka eitt sem getur spilað alveg ansi stórt inn í tímatökurnar í dag og það er þessi löngu kaflar að það hittir svo á
að þú lendir í kjölsoginu og nær góðu slipstrím. Það getur heldur betur fært upp listan. Og Já, algjörlega. Það er hægt að græða mikið á slipstream og þessari braut á allavega 2 stöðum svo eftir. já. Það er náttúrulega að passa ekki nála. Þetta þarf náttúrulega að spila svolítið rétt út, svona lukka verður svolítið vera með mann í liði því að það vill heldur ekki vera of nálagt, sérstaklega kannski fyrirpart brautarinnar. Það sem þá er kannski bíli fyrir framann að láta það fá skítull loft og missi grip. Þetta verður allt Mikið rétt. Það eru núna tæpar 5 mínútur í að tímatökur byrji. Við erum ennþá bara að horfa á æfingu, þannig að þessi tímar sem við erum að horfa á núna var allir þurrkaðar út og þeir kynnti ekki neitt, en það er engan sig gaman að spá í þá. mitt. Gefur okkur svona góða hugmynd hvert við erum að stefna. Og svo veit maður aldrei, ekki þetta komið eitthvað óvart. Við erum nú ekki búin að sjá Kára vera að keyra mikið. Nei, Kári, já hann er núna komið þú allavega núna í lobby, hann er bara á átlap, hann var að detta inn. Hann heldur spilarnum nálægt bringunni, hann veit ekki sína sig kannski. Það verður spennandi að sjá hvað hann getur gert á þessum Genesis, Hyundai Genesis, það sem að það er fínn bíl, mjög fínn bíl. Hann nær mjög góðum tökum á honum, Kári. En hann er ekki með mesta endarhraðanisbíl. Kári hefur, hann er alveg bara að sína það á góðum degi, þá er hann í topp 5 leikandi. Já. Hann bæði haft hérna með sér og á móti sér. Ég myndi segja að þessi Genesis væri kannski ekki heldur í flokki hæga bílra. Hann er bara svona akkurat í miðjunni einhvers staðar. Já, nákvæmlega. Ekki einn af þessum röðu, en þú veist, það er svona varla hægt að tala um skort, þótt að vera í stundum gaman að vera með aðeins meira á tóknum. Það er nákvæmlega þannig, sko. Hann hefur nú áður keyrt bíla sem eru ekki með mesta endarhraðan, eins og til dæmis þegar hann vann titilinn á Peugeotnum. Já, Það var akkurat. bara fyrir 2 tímabölum síðan. Já, þegar hann og fyrra. Guffi keyrðu saman á Peugeot RCZ. Akkurat. Ívar er 1,4 sekúndu eftir besta tíma á Stafís. Ívar, meinar ekki Ég Jón fyrir ekki Jón Ægir, en það er ekkert eitthvað til þess að skamma sér fyrir. Hann er ég held að þetta er svona, já ég hef allavega mjög gaman af Jón Ægir sem ökumanni og ég held að þetta verði ekki eins svartur dagur eins og hann spáði fyrir Ég heyrði í honum. Nei, hann kannski nær að koma sér í eitthvað gott draft og auka aðeins hraðan með því að elta einhvern góðan og reyna svo að vinna eitthvað úr því. Þetta Porsche ætti nú ekki að vera góður á dekkjunum mína. Já, Porsche var aðeins en að fekk smá upgrade þegar leikunum uppfærið síðast. Við bætti hann aðeins. Hann var óeðlilega slappur, skulum við segja. Með við raunveruleikann. Porsche er gríðarlega sterkur í þessu kategóríu af bílum og hann á ekkert að vera neitt svona eftirlegu kind, sko. Það er einmitt einn bíl hérna sem er búinn að sem er í Group 3 flokknum sem að hefur keppt í þessari deild, í þessum flokk GT3 í svolítinn tíma og er margfaldur heimsmeistari í 24 tíma til dæmis. Sá bílinn var drullu hægur í Gran Turismo. Þú ætla ekki að nefna hvað bíl það er? Það er M3. Það er M3? Já. Hvernig er M3 að standa sig svona í raunveruleikunum í dag með M6-una, veistu það? Hann er bara ekki keyrður í dag, hann er orðinn svo gamall. Já. Hvernig tókst ekki M6-inn þannig? Ég var á hann senast. Já. Mér langaði að prófa nýtt. Það er þetta ekki súpura, það er bjöfaf líka. Aldrei veitum hvað gerist eftir áramót. Ég ætla að sjá hvað Kári kemur hérna inn, sem hann gerir. Hann klára held ég. Það er að fara í MR eftir áramót. Hann er 2,2. En það fer heldur betur að styttast í þetta. Það er 1 mínúta í að Tímatökur hefðast. ræsir þetta. Nei, það er Hannes sem ræsir þetta. Skilst mér.
hérna verið ágætt að fá ábendingar þá líka núna frá þeir sem eru að horfa ef það ekki hvort að ekki allt bara hljóðið allt upp á 10 vonandi. Já, það er ábendingur búin að koma og ég er búin að gera eitthvað í þeim, sko. Ég er búin að stilla hljóðið og það ætti að vera orðið mjög gott núna. Glæsilegt, það er bara frábært að heyra. Og Kári núna er hann væntanlega bara að breyta stillingunum og þarna, gjör svo vel. Lobby reset og þá eru tímatökurnar byrjaðar. Let's go! Það er Hannes sem kemst fyrst út á braut, Davíð fyrir aftan hann. Hannes vill örugglega hafa Davíð fyrir aftan sig, hann verður engan á að hjálpa honum, hann myndi örugglega vilja snúa sig við að vera í kjölsögnu hjá Davíð. Það er ekki sem bannar mönnum að vera í kjölsögi. Jú, voru ekki einhverja reglur það að menn ætti ekki að vera að gera það í tímatökum? Nei, það var bara í upprunalegu tímatökunni þarna fyrir til að flokka niður í deildir. Það er ekki í þessum tímatökum. Ekki frekar í formúlunni. Liðsfélagar geta hjálpað hver öðrum. Hefur verið til að formúla að hringi það. Er tjörnur? Fylgjustundum með hann fyrst að hann er fremstur manna. Hvað myndir á það Davíð? 1, 2, nei, hann er nú líklega ekki í kjölsögnu hann Davíð. Nei. Alltaf langt á milli þeirra. Já, Davíð hefur bara tekið í róla, slegið aðeins af. Hann hittar dekkin. Já. Það verður að gerast. Fyrsti hot lap að fara í gang. Hannes fyrstur út á brautinni. Það er ekki gaman mikilvægt að ná góðu rönni á þessari beygju. Ef þú kemur að fyrstu brennslupunktunum, ef við berum kannski saman hámarksraðann hjá Hannesi, hvað hann er að ná í. Já. Hann er komin hérna upp í 260. Hann er að slefa í 270, já. Hvað gerir? Hann er 276. Já. Fór Supran í 276? Já. Sætt. Og hann er Gunni í 3. Ég veit að hann gerir allt sem hann getur til þess að halda í Davíð. Hann er örugglega að reyna að biðja bílaguðina að ná að vera í kjölsögnu hjá Davíð og vera ekki með 1 hring. Já, ég held að það sé tapað hjá hann núna. Já, þó. Já, ég held að það sé búið. Kjölsögið ég hef heyrt menn tala um þetta. Nei. Já, þetta hvort er bara brennsludagur, hringur hjá Gunnar þá, hann verður bara að kíkja í þessu. En sem sagt að kjölsögið lengist á hraðari brautum. Ég hef reyndar ekki náð að finna fyrir því, sko, en ég hef heyrt menn tala um þetta, þessir youtuberar. Já. En maður veit aldrei. Það er Ascari, það er mjög mikið að negla hana. Þetta telur alveg alla leið af Lesmos, fyrstu chikinnu. Já, nú er Davíð í kjölsögnu. Ég er allavega ekki langt frá því, því að það er nú ekki að fara að hjálpa Hannesi neitt. Já, nei, heyrðu. Davíð skrikar hann þarna. Já. Sjáum hvað Hannes gerir. Fyrsti tímaðir hringurinn í kvöld. Já, Davíð hann misti hann eitthvað smá gripið. Kannski er einmitt út að hann verið kjölsögnu. 1.26.9. Samt sekundur hraðar í næstu því. 0,85. Já, hann er bara annar deild þessi strákur. Þá er eiginlega bara spennandi að Fannar og Ívar. Sjáum við gaman að sjá hvað Ívar gerir. Já, hann er kominn hérna hálfri sekundu frá Davíð Rúnari. Já. En við förum nú yfir tímana eins og það standa núna. Þá er Davíð með fyrsta besta tíman. Ívar þar á eftir. Jökull Hrafnsson hérna í 3. Dimmi í 4. Hannes í 5. Jóna er í 7. Það er sama og hann var í tímatökunum, í æfingunum segi ég. Diego í 8. Agnar í 9. Kári í 10. Og Hafsteinn 11.
Gunni 12. náttúrulega fekk þessa refsingu á sig. Já, já. Og Guffi, var að koma sér upp í 9. Þannig að, já, Guffi var að klára hring. Skiptum aðeins yfir Davíð, hann núna fremstur vantarlega á brautinni og mér kunnar svo að hann að fara að setja núna, nei, hann ennþá með Hannes fram að sig. Hann svolítið kannski að græða á því, það svona, þarf ekkert á því að halda. Nei, að gera, fá aðeins meira endarhraða í súbruna. Það má ekki við því. Þetta drullega loft getur truflaðin í beigjunum. Já, það er það sem gerðist á það. Kostur og gallar við að vera í sleipinu. Nú ætti bara Hannes að hleypa fram fyrir sig og reyna að elta hann út. Sýnist nú bara Davíð vera að hugsa að reyna að fá strik á beinakaflanum. Já, ég... Það var að koma í slipstrými eins og staðan er. Já. Hannes bætti sér nú líka. Já. Hannes var stórbætti sín tíma og við farið beint í pitt. Nei, herri, það var Ívar. Hannes er ennþá á undan Davíð Rúnari. Já. Davíð Rúnari er bara komin í skottin á hún núna, þannig að hann er alveg að fara fram úr eða hægja á sér bara og getur öðru hring. Við erum bara komin með nánast að reis hérna í tímatökum. Já, nákvæmlega. Þetta finnst mér óþarfi. Getur náttúrulega verið svolítið truflandi fyrir Hannes að vera með hann í skottinu og hann er náttúrulega aldrei að fara að bæta tíma sinn. Það getur líka vel verið að Hannes er bara ekkert að pæli að hann sé fyrir aftan og er ekkert að keyra vendalínur neitt, hann er bara að keyra sína línur og Davíð núna náttúrulega á að gefa eftir þar sem hann er fyrir aftan og þetta eru tímatökur. Já. Það má raunverulega ekki taka fram úr í tímatökum. Ekki á hotlap. Það má svo lengi sem það sért ekki að skemma fyrir þeim sem það ert að elta. Já. Allar Hannes að leifa nú bara að draga áfram Davíð, gera hann hraðari. Ég sýnst það verið að gerast. Sýnst það að reyna að hafa fram úr. Framúrakstur í meiri tímatöku. Það var snyrtilegt og hefur engin áhrif á Hannes. Þannig að þetta er bara mjög snyrtilega gert. Það sjáum við kraftinn í súpunni. Já, glæsilega. Og Ívar komið með alveg þrjusum tíma líka. Hann er 0,2 á Davíð Rúnari. Komið undir 46 þetta er alveg. Jökull, 3. sæti. 5 stendur. Gunni 4. Hannes 5. Með 2,5 sekúndur í penalty. Diego 7. Það er kannski eitthvað truflaðan, hann fóru saman inn í Lesmó. Menn farnir að ná í ný dekk fyrir tímatökurnar. Já, nú er bílinn aðeins búið með 1 4. tankinum, unnar það. Já, og tímatökurnar eru, já, það eru rúmlega álnaðar. Það tekur svona 2 hringi. Rátlapp og 1 hringur bara að hitta upp dekkin. Núna er 3. hring verður þá að koma í kjöraðstæðu dekkin. Já, og svo þegar hver hringur er rétt að 2 mínútur þá er þetta ekki það margir hringir sem það nærði í viðbót, sko. Þú hefur bara, já, hvað höfum við langan tíma? Ég sé ekki hvað tíminn er hana. Þetta eru raunveru 10 hringir hugsanlega. Já. 10 til 11. Fer eftir hvað pitturinn og þá keyrur við þannig líka að keyra svolítið villilaust. Davíð fyrir líklega inn núna. Ég veit svona gíska nema að sé á fjólbláðan hring, þá veit hann kannski gæti að fristast til að klára hann. Ég reikna með að fara inn núna og setja inn í dag. Já, hann gerir það. Gerir það. Þetta er svona eftir bókinni. Og allir Ívar gerir það ekki sama. Inn á 5. eða 7. hring. Sýnist Gunni vera að fara inn líka. Já. Ívar heldur áfram. Já. Það er líka svo sem ágætt að hann var með Gunna þarna, þá var hann ekki lendin inn í traffík þegar hann fyrir út aftur. Það er kannski hreina braut. Jökull og Hannes, það eru allir að skipta dekk. Já, Diego líka
Það eru held ég bara allir komnir á dekk eða að skiptum dekk nema hann hérna Ívar. Kári er að klára outlapp sýnist mér, þannig að hann er að fara að renna í hotlap. Hver? Kári Já. Hvar er Kári? Kíkjum aðeins á Kára. á nýjum dekkjum í 10. sæti, eins og staðan er. Já, maður veit reyndar að Kári er mjög upptekinn maður og ég veit að Guffi hefur sagt mér að hann hefur ekki eins mikið tíma hann hefði óskað sér að æfa sig. En hann er heldur ekki á rétta bílum fyrir þessa braut. Ég reikna þó með hann mjög sterkum á Brands Hatch. Já, það verður spennandi að sjá það á keppni. Já, og svo er ekki næsta keppni eftir þessu, það er Red Bull Ring. Já, Red Bull Ring á, hvað heitir, Radical. Radical, já. Það verður allir á sama bílum, allir með sömu dekkin. Já, það verður ökumannakeppni næst. Akkurat, það verður skemmtilegt. Ég þarf að drífa með að fjárfesta í slíku grip. Ég held að þú er efna á honum. En hann er að kosta bara held í 150.000. Já, ég held ég sé ekki með nema 90.000. Ívar Ég skal aðeins millifæra 0-2 þér á eitthvað eftir til. Davíð í öðru sæti og Jökull 0-2 á eftir Ívar í 3. Já. Þetta er alveg close barátta hérna í efstu sætum. Renndi aðeins í gegnum stund, en nú er allir búin að pitta nema Ívar. Ívar var að pitta það ekki. Já. Hann er að koma í PT, jú. Já, Það er sem sagt að Davíð Rúnar er ennþá fremstur, Ívar annar, Jökull þriðji, Gunni fjórði, Hannes fimmti, Diego sjötti, Róbert sjöundi, Dimmi áttundi, Agnar níundi, Kári tíundi, Jónægir 11. Það sé að bæta sig. sjáum að fara yfir línuna. Nei, hann er á outlapp, þá getur hann ekki bæta sig. Guffi 12. og Hafsteinn 13. Já, ég veit að Hafsteinn á talvist inni. Já, tímatökurnar eru ekki búnar ennþá. Nei, hann er greinilega ekki búinn að setja saman góðan hring. Ég sé það á tímanum hans. Hann er væntanlega búinn að gera eitthvað svona smávæli mista einhvern einasta hring. Hann á að geta hýft sig eitthvað upp ef hann er að setja svona villulausa hring svona með eðlulegu móti skulum við segja. Já. Guffi, hann á nú líka alltaf meira inni. Guffi blessaður, hann hefur bara enga tíma til þess að æfa, virðist vera. Hafsteinn er aðeins 18 sekúndur brotum frá honum Guffa. Já. Og Jónægir, hvað er hann langt á undan Guffa? Já, það er 0,2. Það er 0,23. Og hann er 82 sekúndur brotum eftir Hannes, nei Kára sig. Já, núna fara svona held ég að detta betri tímar hjá flestum, ef ekki öllum. Því miður fyrir hinn að þá held ég að Davíð Rúnar eigi líka meira inni. Það eru tæpar 3 mínútur eftir. Þannig að nú fer að heita í kolonum. Eldum aðeins, já ok, sjá hvað millitíma er að fá. Þetta menn er að fá bætingar. Dimmi kom refsingu, hann er 0,2 hægari en Agnar, hann er ekki að bæta sig þessu hring. Dimmi ekki heldur. Robby, hvað gerir hann? Hann er á besta hring, best. Hann er að bæta sig. Og Jú, það getið skila á hann nokkuð sætið, maður minna 0,026. já, þannig að 0,19 er að fara að gera mikið fyrir hann. Þá er hann negla parabólguna, en Sjá hvað Diego gerir hérna, hann er að koma út úr seinustu beygju. nei, Hann bæta sig ekki, sjá hann fylgist á með hann Róbert. já. Hann gæti að hoppa hann að eitthvað 2 sæti. Já, Já, fóru 9. í 7. já, það er virkið vel gert og það mun ekki mikið í Hannes. Nei. Hannes er, Kári, þetta er er ekki á 7. góðu var hring. aðeins að bæta sig. Já, það er best, það er komið best. Það er hvað svolítið best. Það er farið, það skiptir einhver máli. Nei, heyrðu, Já. Davíð Rúnar kom með refsingu. Já, hann er alveg sama. Honum er alveg saman. Það skiptir engum máli fyrir hann. Kíkjum neðar, það er... Hann er Jökull í slipnum hjá Hannesi. Hann sér það er að koma núna akkur millisektor, klárast þarna fljótlega eftir þessa brú hérna. Jökull hæ, en þetta gæti nú samt. Auðnaunin hann að vera Hannes út af. Já, eða hvort hann bara vildi ekki taka, vildi kannski gefa, Hvað? já,
Svona var þetta. Þeir eru alveg hérna í þvílíkum, þeir eru í þvílíkum hóp hérna. Gunni og Hannes. Bara þessi hópur hérna í tímatöku, þetta er mjög óvenjuleg sjón í tímatöku. Já, það er ekki nema 0-4, 0-5 í raun og veru frá fyrsta í 5. sæti. Þannig Gunni að fá slipp hjá Hannesi. Fá smá slingshot. Það er Diego komin upp í 3. Hoppaði fyrir Gunna, vel gert hjá Diego. Sjá hvað Gunna, fara hans að Gunna. Hvað ná fyrsta sektor hjá hann, hann er alveg að klárast fyrsti sektor. Sjá hvort þetta hjálpa hann eitthvað. Núna eru allir komnir á seinasta hringinn sem við mega taka. Nei, hann er ekkert að hjálpa honum hérna. Nei, hann var líklega ekki með nægilega gott stað þegar þarna fór Ívar út af við einhver. Það sem var fyrir aftan hann. Já, Ívar. Já. Þetta er einmitt það sem við talum. Hann hittum svolítið elsta en Ívar. Vonum að það gerist ekki í dag, hann náðu að keyra villulaust í dag. Sjáum hvort að Davíð núna sé að bæta sig eitthvað meira. Já, hann klárar sektorinn að það kemur að skari. Kemur upp brekkuna og þá klárar sektorinn. Ja, hann er á tímajöfnun. Hann gæti bætt sig, sko. Já, þetta er tímajöfnun og hann á inni í parabóliku til ég. Guffi og Ívar ætla að byrja á medium dekkjum. Ef það er eitthvað marketta sem hann birtist á skjánum. Það er ennþá tími til þess að skoða það. Gaman að sjá Diego ofalega í öðru sæti. Fór hann aðeins út á grassi, maður veit ekki hvort það sé viljandi og hvort það tapir eitthvað á því. Eða hvort það sé strategía. Hvað gerir hann? Nei, bætt sig ekki. Þá er hans keppni lokið. Hvað gerir Gunni? Hann var ekki á góðum hring. Hann er væntanlega ekki að bæta sig. Nei. Hann er ekki svona fullur yngi. Hver er annar breytið? Hannes, hann var... Ég held að hann fórnar hringlu sínu fyrir Gunna. Já, hann sé ekki að bæta sig heldur. Nei, hann er ekki að bæta sig. Það er hljóst þá bara einn eftir í brautinni og eftir Hannesi. Og það er Kári. Kári, já það er náttúrulega allir farnir af braut. Hann er ekki í 3. sæti. Eða hvað? Nei, hann er það ekki. En sjá hvað hann gerir, hvort hann er bætingu. Nei, vá. Það er bara tíma í jöfnun. Þá er tímatöku búnar, það er ekkert að marka lista núna því að menn eru búin að skrá sig úr brautinni, þannig að það var alveg klárlega Davíð Rúnar sem var efstur. Og Ívar alveg örugglega í öðru sæti. Nei, Diego var sennilega komin í annað sætið. Náði hann betri tíma en Ívar. Getum við séð að þú séð Síðast þegar ég horfði á listan þá var Diego í öðru sæti og svo fór hann út af brautinni og þá... Pröfa að fara á Diego. Nei, já, tíman er þetta líka, við sjáum ekki tímana. Já, ekki fyrir að fara í gegnum fyrsta sektor. Já. Davíð Rúnar er allavega ekki í 7. sæti, það er nokkuð ljóst. Til með að leika sér. Það er svona pre-race show hjá Dimma. Byrjar að baka donuts. Það er að merkja fyrstu beina. Þetta var ekki að fara. Já, skemmtilegt að Dimma. Það er bara bíladagar. Já, fleiri að taka til með að setja fyrirmyndar og aðeins að sína ykkur hundakonstir nema að sé að hann fljú út af. Það er að gera slaka á og hafa gaman að þessu. Já, tekur hann traction control af og setur allt í botn. Nei, eitthvað misfórst þetta hjá honum í þetta skipti. Hver er þá ekki, Ívar er þá vantar ekki búinn að keyra fyrstu tímatökuna. Hann þarf að fara yfir aðeins lengra. Það er leiðilegt að hafa þetta svona ekki réttu bragðað. En við vitum það að Ívar er að ég held í öðru sæti. Við erum ekki alveg vissið hvort það var Diego eða Ívar. Ég set 500 kall á Diego. Ég held að Diego hafi verið í 3. sæti og Ívar í öðru. Já, það er bara einn kaldur á barnum. Gæti hugsanlega verið. Einn kaldur á barnum. Leggjum einn kaldan undir. Já. Hvað er
hlýtur þetta að fara að smella í gang. Ætlar Diego ekki að keyra neitt áfram, en hann bara stoppa hann á fyrsta sektor. Hafsteinn hefur hoppað upp fyrir Guffa, en það munar nú ekki miklu. Nei, alls ekki. 0,006 sekúndubrótum. 6.000. Hann er að æfa startið, væntanlega, hvað leggja sér bara í grasi. Fá sér, Það sé að ræsa þetta núna. hann er að fá sér bara smá, Herri, það er ræs. Það er komið í 20. mínúta og þá er reysið að fara að byrja. Það var spurning hérna í tjattinu hver það var sem vantar, en það er hann Gulla sem vantar. Hann gæti ekki tekið þátt í kvöld og var ekki með varmann. Diego er nú að sýndur hann í öðru, þá er hann í þriðja. Hann að, ég á eitt inni hefði kemd til Akureyrar, Ingi. Þetta er nú skemmt, sjáu hvað er munar litlu, stakar. Já. Ívar, þeir voru allir að bæta sig. Jæja, herðu. Þá byrjuðu þetta. Já. Það eru 2 Suprur fremstæðar, 2 Jaguar í öðru. Fínt að vera með Ívar út sinni. Það sáðu aftur fyrir og framlökur. Sett á Ívar, eða einhvern... Ég færi bara á milli. Já. Sérstaklega fyrir fyrstu lesmálsbegjuna. Nei, heyrðu. Það eru komnir að stað. Let's go racing. Já, klárum þetta svona. Þetta stað. Já, sérðu, hann Gunni, byrja vel, komin innan. Hann er búinn að taka Ívar. Og hann er... Diego. Kíkjum hérna. Diego er kominn, hann er ytri. Kveikjum á infónu. Já. Diego hann er ekki Ívari, ég held að hann kikkar endar henni á Suprunni. Gunni endar henni fyrsta, já, og Davíð Rúnar hér strax allavega Gunni ver vel inn í línuna. Það er bara allt að gera sér á fyrsta ring. Það er komin í fyrsta hætti. Ef það er að tala um veikleika á Suprunni þá er það einmitt startið, en meira er ekki að ræða. Það spilum hversu lengi Gunni nær að lifa þessu. Herðu. Það er Jökull í 5. Hannes er að sauma að Jökli sýndist mér hana fyrir aftan. Nei, það er ekki lína. Hvernig er annars með dekkjavallið á keppendum? Ingi, það mútti bara rétt að renna. Þú rennir bara snögglega yfir það? Já, Gunni er á soft, Davíð er á medium, Ívar er á medium, Diego er á soft, Jökull er á soft, Hannes er á soft, Robocop er á medium, Tim er á medium, Jónæ er á hörðum og Agnar er á soft, Hafsteinn er á medium, Kári er á medium, Uff er á medium og þar er listinn talinn. Já, hann að Gunni er á soft, þá þyrfti hann náttúrulega helst að reyna að láta að telja að halda einn fyrir aftan sig að minnstakosti. En ég sé Davíð fara skuggalega tíma á medium líka. Þannig að Gunni fer og ver hérna inn í línuna, passar að Davíð geti ekki komist þangað. Já, sjálfsög. Hann ætti aðeins að kippa sér frá hennu núna þegar hann fer út úr beginum með betra grip. En svo mögulega verður þetta kannski bara sagan. Spurning hvort að Davíð nái að komast fram úr Gunni. Hann ætti ná að rykkja sig aðeins frá Davíð bara eftir beginar. Diego að reyna að fara fram úr Ívari, komin innan á hann. Já. Hann er þá með ytri línuna í næstu beygju, þannig að hann er að berja eftir Supru líka, þannig að þetta verður... Hann dregur sig út úr þessu mjög betri tíma. Fyrir Gunni út af. Nei. Ok, hann... Tætt var það. Herru, það er refsing á Ívar. Með 1,5, þetta er agalegt. Hann hefur farið hann aðeins of mikið yfir klippbeyguna. Þetta er stór hættulegt að fá þessa refsingu svo snemma, það er svo stutt í alla fyrir aftan hana. Já, hann getur dottið svolítið langt. Það er hellinga sætum. Hann er eftir að missa 6 bíla fram á sig, spáði. Þetta er það sem við vorum vel á óskonum. Það hefði ekki komið fyrir Ívar. Hann er búinn að vera svolítið óheppinn. Hann með hraðan, hann með bílinn. Svo er hann lendi í einhverju svona klippir aðeins svo mikið af beiginni fyrir hann yfir væntanlega Apexið og það er bara búm. Og það er bara bless. Snáman tekur út refsingu núna.
1, 2, Það er svo 2, 3. 3. Það þykir að bara nokkuð vel sloppið hjá honum. Já. Það er ekkert neitt búið. Hann er á medium, sko, þetta er svolítið athyglisvert að taka medium dekk. Já, Nú núna er hann líka losnar ekkert við í Davíð kjör. Rúnar úr afturendanum. Hann er bara kominn í mega slip og reynir framúrastur. Hann er með ytri línuna. Hann ætti ekkert að bremsa seinna en Gunni. Hann gerir það. Já. Nær að halda þessu. Já, þetta er vel gert að Gunna. Þetta var ekki auðvelt. Nei, alls ekki maður. Maður vill ekki vera of frekur heldur, en maður vill heldur ekki gefa neitt eftir. Og hann áttur hann alveg rétt á þessu. Og líka skynselt hjá Davíði, hann er vantarlega baka út úr þessu. Hann liggur kannski ekkert á, hann er með medium dekk og hann er með segja að spara þau, bæði bensín og dekki með því að bara raunverulega rúlla fyrir aftan Gunna. Já. Já. Komment hérna á chatinu að við séum eftir á í reysinu. Eru hljóðið eftir á? Er það málið það? Ætti nú ekki að vera, ég veit ekki. Það getur eitthvað bara lélegri tengingu. Það er stundum á YouTube sem reynda að gera það, mann er oft séð það, en við vonum að sé ekki í okkur. Þeir eru báðir búin að slíta sig svolítið frá hérna Gunni og Davíð Rúnar. Komnir yfir sekundu á undan hún Diego. Já. Diego er bara undir allögu frá Jökli. Þeir eru báðir á soft, eða ekki? Er ekki Diego og Jökull á soft báðir? Jú, Já. þeir eru bara svo. Já. Jú, passar. Já, það er erfitt að sækja fram á við þegar þú ert með sjóðheitan jökul rétt fyrir aftan þig. Nákvæmlega. Hannes þarna svolítið einn að báti þarna fyrir aftan og Ívar þar líka. Er Ívar í slipinu? Nei. Jökull gett fyrir að reyna frambárastur. Jökull er með hraðasta ring. Já, þetta er náttúrulega verðvel, þetta gengur ekki. Það er ekki hægt að fara utan á hann í Lesmos. Ekki Það nema... var snappin á þetta. Vá, þetta var smá kontakt en þetta var ekkert úr þessu þannig að þetta reddast. Þetta er gott að sjá því að menn, þeir tapa báðir á þessu eða verður einhver sterting þarna. Og svo vilt að snúast, bara smá klappa á bensínlokkið og þá snýst bílinn 180 gráður. Davíð Rúnar byrjar að gæjast þarna á innri línunar, inn í beigurnar. Já, svo kemur núna hérna beigukaflið sem hjálpa Gunna. Svo sogast það við að þetta er búin að vera svona saga núna hingað til. Og þarf að, sérðu, hann er aðeins hann bætir hann í 1/100. 1/10 af sekundu segi ég. Já. Úr beigurum. Og svo kemur hérna Skari. Þá ætti líka Gunni aðeins að fá meira. En svo koma beigukaflanir, þá sogast það við að hann. Og það er bara... Ef ég væri Davíð, þá væri ég heldur ekkert að stressa mig á þessu. Gunni þetta eru góði tímar sem hann er að keyra á. Já, hann er á medium dekkjum að veit að Gunni mun þurfa að pitta á undan og hann er bara örugglega að spara bensín. Þannig að hann þurfi ekki að taka eins mikið bensín seinna í keppninni. Akkurat. Þannig að hann bara örugglega sali rólegur og býður bara eftir mistökum eða bara þetta spilast upp í hans hendur. Hann er Mikil pressa hérna á Diego frá hún Jökli. Já, spurning hvort að Jökull sé að ná... Hann erfiðlega að taka þarna fram og verður að nota slippinn. Betur að vera fyrir aftan bílinn og taka svo fram úr rétt fyrir Lesmos. Davíð Rúnar komið fyrir framann. Já, hann kom bílengt. En það er spurning að þess að segja, hann getur bremsað setna, hann Gunni. Já, hann gerir það en Davíð Rúnar hefur inn í línunni næstu. Nei, heyrðu, vá! Hann hefur gripið bara Gunni og nær að taka ytri línuna hraðar. Hvernig eru dekkin að Gunna? Ég held að séu nú bara góð í 7 hringi á fullu tanki. Sérstaklega út í baráttu. Þannig að tíminn vinnur með Davíð. Það er engin spurning. Já, það hjálpar nú ekki dekkjunum hjá Gunna að þurfa að vera með hann svona alveg í skottinu á sér. Það heldur hann við efnið og það slítur ábyggilega dekkjunum svolítið hraðar líka. Já, þarna held ég að Davíð sé að fá betra exit.
Já, mér sýndist það að Gunni fór svolítið langt á innri línunum til að verja, sko. Já, hann er ekki nærri í skoðu, en það er spurning hvort hann vilji eitthvað fara fram á þarna. Þú vilt bara vera alveg í skottinu á bílnum. Þetta er svo tæpar beygir sem hann koma. Þú vilt bara taka clean fram úr á löngu köflunum. Einmitt, þetta er einmitt sér tala sko. Það borgar sér raun og veru að bíða með framúrakstur þangað til eftir að skari. Þessu kafla er eftir parabólikuna. Þessu verkefni löngu beinu kafla. En Gunni náði að slíta sig frá, komin aftur upp í hálfa sekundu, þannig að þetta verður líklega replay á hringum undan. Mjög gull að reyna framúrakstur á Diego enn og aftur. Já. Ú, takk það. Með inn í línuna. Það er komið. Ítur hún svolítið vít en ekkert hættulegt. Ravenous Racing, Svo sjáum við að Hannes er hérna bara í skottinu á Diego líka og Ívar í skottinu á Hannesi. Við erum komið með 4 bíla lest hérna, mjög fljótlega. Það er allt að gera sko. Og alveg nóg að gera þetta fyrir aftan líka sko. Stóra lestir þar. Agnar í 8. sæti, Kári í 9. Rennum bara lauslega við stöðuna. Já, ég þorði ekki að fara af topparátunni sko. Já, núna er einmitt 10. lítill kafli. Kíkjum aðeins yfir stöðuna bara mjög snöggt til þess að aðeins að leyfa með að vita hvað hinnir eru. Diego, hann náttúrulega, vitum það. Hannes fyrir aftan, Ívar fyrir aftan hann. Svo er það Róbert, 3 sekúndur seinna og hann er með Kára í skottinu. Svo er Agnar, nei, já, ég var aðeins á fljótur á mér. Svo var Kári og svo Hafsteinn, svo Guffi. Dimmi, hann nú eitthvað komið virði á Dimma. Eitthvað klikkað og Jónægir líka. Jónægir, já, hann er í 7. sæti. Þetta er rosalega röð bíla hérna frá fyrsta og alveg niður í sko... Það er ekki... 7. sæti. Það er refsing. Þeir eru bara allir í myndina. Jökull kom með 1,5 sekúndu í refsingu. Já, hann hefur klift beiguna, væntanlega. Það er það sem gerist á 2 stöðum. Það er svolítið hættulegt að vera og ákafur að fara inn í beiguna. Þá er hann búinn að missa 2-3 menn framfyrir sig. Allavega Hannes og Ívar. Ívar búinn að draga þess aftur og hann var alveg í skottinu og Hannes er rétt af hann og núna 3,7 sekúndum fyrir aftan. Já, og komið með Róbert í skottinu. Diego er líka fram á honum. Já. Hannes. Já, það var langt í Ívar, hann sleppur. Þá eru Hannes og Diego eru alveg óþægilega líkum bílum. Sami stílinn skulum við segja. Tasty og Lavasjó, mjög svipaði bílar. Já, svona svart og sami þemi á litunum. Já, svart og appelsínugult. Herru, og þannig. Þannig Davíð. Já, þetta er... Hann er komur í fram, hann er mun Gunni ná að halda þessari innri línu. Þetta er rosalegt. Þetta er svolítið kalt, en... Það gerist ekkert. Nei. Þetta menna þeir eru fyrir okkur öðrum, þannig að Davíð hefur rétt á innlínunni og það er lengra að fara í til leiðina. Mér sýndist hann var ekki að reyna að skjóta sér inn fyrir. Það er alveg, mér finnst þetta alveg vera fer varnarastur sko. Já, það var það. Það var bara gott líka að Davíð gerði sér ljóst. Það var ekkert endilega að reyna of mikið. Það er bara svona hætt við því ef maður að fara að skjóta sér á utanverðu og reyna að vippa sér inn á við fyrir næstu beygju. Og bara svo hættið að maður takir bara sama pakka og Max Verstappen og Lewis Hamilton í fyrra. Maður er bara... Þú nærðu alla beygjunum. Það er sko þröng að þið eru bara að fara saman. Þetta er annarkvæmt farið hægt við hlýðin okkur öðrum í gegnum þetta og tappa báði tíma eða sleppið þessu bara. Þetta er alveg hárrétt svona að segja. Því að taka vinstri beygjuna í seinni slikknum, það er bara ógjörningur nema bara alveg hægja á sig niður í ekki neitt. Þá ferði alltaf í bílinn sem er herr með þig og verði eitthvað leiðindi. Já, það þarf að koma með mómenti og tölur meira mómenti endur það var gangur. Það reyni switchið þetta. Það er ekki verð. Nú er ég forvitin með Gunna. Hann fyrir, nei, hann fór ekki bit. Hann ætlar að kreista eitt hringi út úr sem maður sjá. Kíkjum aðeins á dekkin. Það feika. Vá, stakar. Er þetta ætlar að fara á líginni hérna eitt hring á þessu dekkjum og reyna að verja? Nei. Ég skal segja þetta. Já, hann lokaði Davíð Rúnar á línuna. Já, dekkið hans Gunnars eru líka bara búinn. Já. Davíð Rúnar kominn í fyrsta sæti. Davíð Rúnar líka með hraðasta hring á medium dekkinu. Já, það er áhugavert. Hann er náttúrulega búinn að vera í kjölsóðinni hjá Gunna. Já, og verið í baráttu líka. Já, sókna baráttu, það er svona.
Sjáum hvað Gunni gerir. Gunni að reyna að fara... Þetta... Hann bremsa aðeins og seint þarna. Já, þetta kannski ekki skynsamlegasta hlutur í heimi að reyna að taka fram úr á ónýtu dekkjum. Gæti verið að misreikna hvernig hann þurfti að bremsa út á kjölsóginni, sko. Já, reyndar, skulum ekki alveg. En sjá, nú þetta jarnast, nú Robby kominn hérna. Kári líka, sjáu líka ef við horfum á kortið uppi hægra megin. Það allt jafnt. Já, það eitt bíl hérna, svona stórt bíl. Já. Þetta voru að rétt 5 sekúndur í 15 hætti. Já, eftir og bara allt opnið það. Kannski aðeins lagar mikrofónin hjá þér, Ingi. Það eins og þú segir aðeins hann aðeins farið frá. Þetta er það. Já, aðeins að koma þarna, komst aðeins tilbaka. Robby á medium. Og eiginlega bara Ívar á medium. Og svo það allir á soft í annað, þriðja, fjórða. Þetta verður mjög áhægt að sjá hvernig það spilast úr þessu. Gunni farinn inn, sjálfsög, Hannes líka, Diego líka, softmenninni farinn núna. Og þeir sem að taka medium, þeir taka 2 stopp. Það er einföld staðgið bara medium. Þetta eru 34 hringir. Jökull. Já, hann var á átlap. Er á nýjum softdekkjum. Já. Hyrðu, og bremsar. Og resetar. Hann hefur ekki kannski æft nægilega vel bremsubúndinn þegar þú kemur úr pitnum. Nei, maður þarf aðeins að stilla hann inn líka. Diego var í hvað? 3. sæti þegar hann fór inn í pit og kemur út í 12. Þetta er svo jafnt. Nú fer líka umferð að hafa áhrif. Hvernig á strategíuna. Já. Þessi dekk er ennþá nóg eftir. Ef það er medium, þá þurfa það bara að taka 11-12 hringi á þessum dekkjum. Og eru þá aldrei í vandræði með dekkjamál. Gunni að bitna á honum að vera soft að taka hann 8. hringinn. Allir medium mennirnir núna í efstu sætum, þannig að það er provincial. Já, provincial. Þannig að það er erfitt að segja hver raunstaðan er. Það er líka áhægt að sjá hvað Davíð gerir núna þegar hann er með núna ferslottur fram að sig. Ég reikna með að hann er búinn að setja hraðasta tími og hann var með hraðasta tími. Ég ætla að reikna með því að hann bæti hann hressilega. Ég veit ekki hvað hann er í braut. Nú er hann að fá, hann er náttúrulega fremstur þarna í síðan, hann er bara að fara í rásmarkið. Ég er spá því að hann fari núna á svakalegum tíma. Ég held að Gunni fara að setja hraðasta hring svona það. Já, Gunni og Hannes, ég segi að þeir eru báðir á softdekkjum aftur. Þannig að þeir ætla að taka annað softstint. Þeir eru komin á léttan bíl á nýjum soft. Þeir getur verið mjög líklegir til að fara þetta í mjög góð tíma. Þú sér þennan hóp hérna. Bara Davíð á bara svo mikið. Diego að lauma sig fram úr Jónæi. Og Jökull að koma aftur fram úr Jónæi. Jónæir hefur kannski bara ekkert ákveð að bíta í skjaldarendunar. Hann ætlaði bara að keyra þetta með semingi væntanlega og... Já, hann er náttúrulega á hard dekkjum. Heyrðu, ég er búinn að gleyma því. Hann er kannski bara... Hann er bara á einu pitstoppi, sko. Já, það verður bara mjög áhægt að fylgjast með því. Og hann er bara rétt hálfnað með tankinn. Hann er 18. Alltaf takkið þá ekki bara hard... Heyrðu, hann ég veit ekki hvort þetta hafi verið kontakt eða hvort hann hafi bara bremsað og seint, en hann fór aðeins út í kantinn og misti agnar fram á sér. Kíkjum aðeins ofar upp. Það er alveg slattabil hérna frá milli Davís og Ívars. Já, Róbert, hann er að halda í Ívar. Það er ekkert að gerast hérna á topnum. Nei, en svona fyrir miðbygg, það voru hann komin hann smá lest. Dimmi komin í skottið á Guðfó. Nei. Wow. Hvað gerðist þarna? Hann fór ofar mikið yfir Apex-setti. Guffi með skemmt. Dimmi ekki með skemmt, en... Núna vantar replay-takkan maður. Já, Dimmi dottinn í síðast seti.
Hvernig Guffi, hvar verður skemmtinn á Guffa? Hún aftan á? Framan á. Framan á? Hann var fyrir framan, eða ekki? Jú, hann var fyrir framan, eða ekki? Jú, eða ekki? Jú, ég held það. Þegar mann hafði bara keyrt á vegginn og fengið skemmt. Já, hann fyrir beint í pit núna. Hann ákveður að taka þá stutt medium stint til þess að losna í skemmtina. 10 hringir. Diogo kom inn á ný medium dekk. Hann var á soft áðan. Já. Þetta verður skemmtilegt, strákar. Já, stutt inn á milli Hannesar og Gunna. Þeir eru svo prúðir að þeir keyra líklega bara að hvita einhvern annan áfram, sko, fyrir að fara eitthvað að slást. Jökull er búinn að setja hraðasta hring. Já. Það er vel fyrir. 46,5. Ég held að það var nú samt ekki lengi. Ég skal hundur heita ef Davíð Rúnar þykir ekki hraðasta hringinn í dag. Brynjólfur hundur. Ef hann ætlar að halda sér á metin þá er ég ekki viss um að hann verður með hraðasta hringinn, sko. En það er alltaf einhvern veginn detta soft eða ekki. En já, þeir voru alveg í lágum 46 á æfingum og í tímundingum áðan á soft, þannig að nú eru komin að léttar í bíl, þannig að já. Athyglisvert að taka eftir því líka að núna er soft liðið búið að ná medium liðinu, að segja hann Hafsteini. Hafsteinn var mjög aftarlega að vísu. Hann er 17 sekúndur fyrir aftan Davíð. Já. Og Kári, já. Stutt í Kára samt, þannig að það er auka 6 sekúndur. Hafsteinn tekur einni viðbót. Já. Já. Gera það allir, sýnist mér, allir á medium er að fara þennan 12 hringi. Já. Nú tekur Gunni vantilega fram úr. Hann notar öll tækifæri að fara utan. Það er athyglisvert. Það er bara spurning hvað er mikið eftir að brautum og það nái að taka innri. Já, hann er með svo mikið meira grip. Já, hann er með það. Það er mjög mikilvægt að vera snöggir að losa sig við. Það er alltaf að kalla backmarker en hann er samt svona talsveit hægari. Hann er náttúrulega að blanda sér í toppbarátuna Gunni og það má ekki vera fastur fyrir aftan. Það er nefnilega málið. Þegar þú ert að taka svona soft stint þá verður að nýta softdekkin alveg í botn. Hann setur fjólubláan sektor, fyrsta sektor. Já, með 1 sekúndubrot. Já, það er, það er. Sekúndubrot til sekúndubrot. Það gerir Hannes er líklegur að taka fram úr og fikk sjá það eins. Hannes takk ekki fram úr og hann hafði henni núna fljótlega. Það er svolítið líklegt. Já, vona framræstir í hennar mjög fljótlega. Hann er náttúrulega miklu betri dekkjum. Já. Það er ökumæður. Hafsteinn ætti náttúrulega þetta má á hann að verja en það spyrir gott hvað græðir á því, sko. Betra elda. Hannes er komið fram úr. Hann er komið fram úr, já. Hann var reyndegt að taka inn í línuna, Hafsteinn. Hann var að reyna að detta bara í að teika smá. Já, akkurat. Og reyna að græða því. Já, það er, hann veit alveg hann Hafsteinn hvar Hannes var í tímatökunni og hann reynir bara að nýta sér það. En að hanga í slipnum. Jökull, ekki langt fyrir aftan. Ég hugsa að Robby sé að fara inn í pit. Ívar að fara inn í pit. Robby, þau eru allir að koma inn í pit núna. Og Robby, já. Þá skiptist aftur fórustu en við vitum ekki hver raunfórustan er. Nei, þetta er nefnilega svo skemmtilegt að pæla í þessu vegna þess að núna eru þeir að fara, Gunni og Hannes að fara í fyrstu 2 sætin og verða það í svolítinn tíma en svo fyrir eftir hvað dekk hinnir fara á, sko. Þeir náttúrulega munu þurfa að pitta á undan hinnum. Og ég sá það að Kári var með... Heyrðu, vá! Kári Rúnar fór út á softdekkjum aftur og hann kemur út á undan Hannesi. Davíð Rúnar var að fara út á soft núna, já. Já, hann var á medium. Já. Við þetta. Já, ok. Þetta, sko, þarna kostaði þetta kannski að Hannes var ekki nægilega ekki skrimur á Gunni að taka fram úr. Að hann hefði getað verið komið út á undan Davíð og hugsanlega hjálpað þá Gunna að halda aftur á Davíð í smá stund. Þetta verður áhugavert að fylgjast með því. Ég heldur við séum að fara að sjá eins og þú segir hraðasta hring. Það er ekki spurning Já, hann er fór á soft, þannig að hann var búist við því. Alveg rétt sem Ingi var að segja, ef hann hefði ekki farið á soft þá hefði það kannski verið í hættu að einhver annar myndi stela hraðasta hring. Jökull er búinn að bæta sinn hraðasta hring, hann er að keyra grimmt. En ég sá það, sko, ég tók eftir í að þið fóru hann allir inn í pit að Kári átti bara 35 litra eftir. En sá sem var hann,
ég man ekki alveg hverju var, með 42, en það eru 2 sekúndur sem munar, það var 3 lítrar sekúndur. Já. Það káir 2 auka sekúndur. Já, já. Það munar minna í svona harðri keppni. Það gerir það. Þannig sjáum við Diego elda Jökul uppi og Diego er á medium-dekkjum og Jökull er á soft-dekkjum. Það hefur eitthvað klikkað í Jökli. Hann var ekki svo langt fyrir aftan Hannes, rétt á hann. Já, mennar. Já, við sjáum til það hann kemur yfir rásina núna, hvernig tíminn hans verður. Þetta er... Hann átti sko, hann fer pitt. Svo er hann með slæma hring, hann var 9. hring. Já, sérðu, þetta er 5 sekúndum hægar en hringun undan. Þetta er náttúrulega búin að hrjá hann Jökul því miður á þessu tímabili. Hann er gríðarlega hraður en ekki alveg nægilega stabíl. Hann er svolítið villtur ökumaður. Já, það er rétt. Þarna fór hann aðeins svo djúpt og Diego kannski með rönn, já. Hann kom með insight. Góður rönn á núna. Og aðeins sleikt í sandbrúnina en Jökull. Þetta er bara dragreis hérna. Þeir eru svona nánum hliðlið. Diego... Nei. Íri, Jökull. Já. Yellow flag. Yellow flag fyrir framann. Já, framann. Hvað er að gerast? Fyrra, framar. Það er örugglega einhver bakmerkar, það lítur að vera. Það er enginn af þessum sem er í topparútinu. Já, ég held að vera alltaf sýnt bara fyrir framann. Já, ok. Herru, Jökull tekur fram á Hannes. Jökull, þetta er nú ekki margir sem þora að taka fram á það. En hann lét þetta virka. En Hannes er samt með skemmta framann. Já. Kannski var það hann sem var gula flaggið. En náðu bara að halda sér braut. Halaróið, strákar. Því líka halaróið. Því að hann er komin 10... Svo hvað er þetta, 6 bílar? Hann er komin 10 sekúndum eftir Davíð Rúnari. Og er ekki Davíð Rúnar að satsa á Gunna? Þetta er algjört rugl. Ég veit ekki, ég er að fylgjast með þessu. Já, skulum fylgjast með þessu. Bara 5 bílar í röð hérna, síns mér. Já, 5. Þetta er rosalegt. Nú er sko Jónæðir komin í 8. sæti. Og hann þarf bara að pitta einu sinni, aðrir eftir að pitta 2. Ég sé að við þurfum ekki að taka augun af kappakstrinum, en ég tek eftir því að Davíð Rúnar er með skemmt á afturstöðara. Já. Já, og Davíð Rúnar og Hannes voru nálægt áðan. Já, einmitt. Og Hannes er með skemmta framann. Það er sennilega... Það er gula flaggið. Já. Það er það sem gerir 2+2 og 4 hjá okkur núna. Já. Þarna kom útsýningin. Jafnvel 5 sko. Við erum að geta því svona í spilin. Diego gefur ekkert eftir í stoppinu Jökull. Diego er medium, hann byrjar soft fyrir á medium. Davíð hann byrjar á soft fyrir á. Diego, hvað, er hann að reyna þetta? Nei, hann gæti ekki. Akkur er Jökull allt í hennu, hann hefur eitthvað mist mótjóð þannig að hann Jökull. Hann er á soft, eða ekki? Jú, svolítið styrnir soft. Já, hann er á síðasta hring á soft eða næst síðasta. Það útskýrir kannski að Diego sé að sækja svona hart á hann á medium. Ívar á soft. Ingi, það er eitthvað í gangi með hljóðið á þér. Það heyrst bara róbótahljóð. Já, konur sundlaug. Það er örugglega svo mikið rigning og stormur hann fyrir norðan. Slæmt viður alltaf á Akureyri. Já. Hvað er hljóðinu núna? Þetta er fínt. Þarna kom þetta. Það er svo datta út eftir. Nei. Jökull fyrir inn. Já, þetta verður nú heldur betur skemmtilegt þegar menn taka seinna stoppið sín. Það er aðeins með Gunna sérstaklega og Hannes að þeir fara út á soft. Sérðu hvað þetta er að kosta Davíð Rúnar mikið að hafa fengið eitthvað högg aftan á sig. Hann var 3,7 fyrir aftan Gunna áðan og núna er hann komin í 4,2. Hann er að tapa tíma á Gunna með skemmt aftan og ég tók í mynd eftir því að hámarkshraðan hans var búinn að lækka næstu í 10 km. Það er kannski bara að vera default-stillingin fyrir Davíð Rúnar. Já, skemmt aftan. Já, skemmt aftan á stillinu. Hann hafi ekki svona rosalega nendarhraða. Nei, það er nú ósanngjarnt. Það er ósanngjarnt að sjálfsögðu. Ég er bara grínast að hann er búinn að
bara að rúlla upp fyrstu 4 keppnunum og þetta hvað þarf hann að keyra margar hringi svona? Á hvaða hringi er Davíð? Hann var bara þriðja hring væntanlega á þessu dekkjum. Þriðja eða fjórða, hann þarf að keyra 3-4 hringi svona í viðbót. Já. Það er ekki planið. Nei, þetta ruglar svolítið upp soft stintinu hjá honum sko. Ef hann ætlar ekki að fara aftur úr softdeck þá er þetta svolítið að skemma fyrir honum hraða stintið hans. Já. Þarna getur orðið til þess að ég mun þurfa að hitta hundur í eina viku. Já, það spurning. Þú gafst nú ekki fram neinn tímaskilyrði, þannig að... Það gæti verið bara í hálftíma, bara í postgame, post-race sjónu. Svo gæti þetta líka bara verið til frambúðar. Þetta er hálf sekúnda sem hann er að missa þarna með sin besta tíma. Já. Sjáum við líka endarhraðan hjá honum. Hann var að fara 276 á hann. Já. 266 núna. En nú kom reyndar líka smá mótundur. Já, reyndar, kom mótundur. Ég reyndar pældi ekki í hvort það var mótundur á hann eða ekki. Nei, ég glemdi að skoða það. Gunni er að keyra mjög vel. Já. Lágum 47. Gunni myndur að fara í pit strax eftir þennan hring. Það er alveg klart mál. Hérna er alltaf að gerast maður. Já. Guffi, Robbi og Jónæðir. Guffi á soft, Robbi á medium væntanlega. Jónæðir ennþá á hard. Já. Sér það að þetta eru 34 hringir. Þegar Jónæðir er búið með þennan hring þá er hann búið með helminginn af keppninni á sömu dekkinu. Já. Þannig að það er spurning hvort hann fari strax inn í pit eða hvort hann reyni að kreista þessi dekk lengur og fari sem kannski á medium eða eitthvað svoleiðis. Ég myndi halda það. Þetta var tæft hjá honum. Já, hann er að líta eftir að stekkjum. Hann klárar einn hringi upp kannski. Medium, já. Já, hann fer væntanlega bara aftur á hard. Ég veit ekki hvað strategíunum er. Það kemur það bara í ljós. Ef að kíkja á hvað Gunni er, hvort hann fer inn í pit. Hann fer inn í pit sko. Það var allt og lítið eftir þetta ekki. Sko, ef hann fer inn í pit, hann fór 8 hringi. Nú er hann þá að klára 9. eða 10. hring. Hann pitar. Rétt. Núna þarf hann að taka bensín. Já. Það er Ingi alveg dottinn út eða? Ingi er væntanlega bara að restarta. Kíkjum aðeins. Er ég kominn í sound aftur eða? Já, vá, það heyrist ekki smá vel niður með þessu. Heyrið í mig strákar? Já, mjög vel. Ok, ég ákvað bara að skipta snúru og sjá hvað það gerir tryggið. Nei, já, Gunni fór í pit, já, Gunni fór í pit. Og hann er með 12 í delta, sínst mér, henni 23 ár, já. Hann er búinn að taka bensín. Davíð myndur að taka bensín eftir. Það þurfa allir að taka bensín. Já, það er svo slæmt þegar líka maður er með skemmta aftan að bíllinn fer hægar í beygju líka. Það er svo erfitt að hann er svo lítið grip aftan að hann vill kasta afturendana. Já, jafnvel skemmir dekkið meira, minna downforce. Þú notar dekkið meira upp á gripið, heldur hann að bíllinn þrist honum niður. Að það er hægt að bíllinn grípi meira í dekkinu í beygjunum. Það hefur verið mjög dýrkeypt hjá honum að fá höggarna aftan og fá skemmt, þannig að það opnar keppnina svolítið. Það er í rauninni ómögulegt að vita hvernig það fer í kjölfarið. Já. Það næri í rauninni ekki að stinga af eins og hann er vanur að gera. Hvað varðum hann Hannes? Er hann ekki búinn að fara í pit bara? Já, en akkur er hann svona langt fyrir aftan Gunna. 40 í lítir, delta í 40. Hann náttúrulega þurfti að taka bensín og hann þurfti að láta gera við bílinn. Já, en hann líka, hann náttúrulega lenti í þessum árástir hérna. Já. Og það þetta hefur bara verið langt stopp, en það menn fyrir framanna sem eftir að stoppa líka, þannig að það verður bara áherslu að sjá hvernig spyrir Stórsug.
Já, nákvæmlega. Það sjáum við Guffa farin í bit. Þeir náðu að láta fara einu hring meira sko, í seinna pitti þeir sem byrjuðu sérst á medium og fóru á soft heldur en þeir sem fóru á soft og medium. Bílinn var léttari þegar fara á soft eftir medium og náðu að fá auka hring þar. Já, Ívar búinn að minnka bilið sekundu í Davíð Rúnar. Já, þetta getur það orðið bara dagurnas Ívars. Hann að keyra lágar 47 46, 46. Já, hann að taka nú hálfa sekundu á Ívar á hring. Tæpar. Já, ég hugsa samt að sé að hægja svolítið á honum Davíði að vera með skemmta aftan því að sko lágar 47 á soft með engu bensíni ég held að hann geti alveg verið að keyra aðeins hraðar sko. Já, við vorum einmitt að ræða, ég held að þú hafðir einmitt verið að skipta snúru. Þegar hann er skemmta á stelinu, hann Davíð Rúnar, þá er hann ekki með sama endarhraða. Við erum búin að sjá það og það er að bitna á honum, við segja. En Ívar er núna hálfu sekundur hraðari en Davíð per hring. En Ívar að fara að setja hraðast hring? Já, gott ef ekki. Já, sér að hann er 0,7 eftir sín hraðasta núna, Davíð Rúnar. Þannig að hann er að tapa alveg hálfu sekundur rúmri á hring sennilega. Þú er að lækka hans í þér ringi, það heyrist alveg svakalega hátt í þér. Já. Aðeins bara. Nokkur desibel. Er þetta betra ef svona? Já, þarna kom þetta. Og er þetta upp á 10 held ég. Já, Ívar kannski finnir lyktina af tækifærinu þrátt fyrir að hafa byrjað hann að brösulega. Hann fekk hann náttúrulega refsingu og held að hann ekki lent í neinu öðrum helski en hann fekk hann að leiðilega refsingu og eitthvað slætaði til líf held ég. Fróðilegt að sjá hvað Davíð Rúnar gerir síðan. Já, mjög. Ívar ennþá að bæta tíma sinn, er á fjólubláum tíma og kominn í 1.46.2 þannig að hann er alveg að keyra sekund á hring hraðar eftir en Davíð Rúnar núna ef við miðum besta tíman hans. Já, en síðustu þér, nú er þetta Davíð líka að reynda búinn með dekkin. Hann náði ekki að nýta sér softdekkin eins og hann hafði planað. Það er líka fyrir og þetta er spurning hvort þetta spilast eitthvað upp í hendunar á Lavasjó. Það er spurning en... Hugsanlega. Diego líka, hann er náttúrulega fyrir framann Gunna. Diego var á soft medium. Nei, hann er að teka soft og medium. Gunni er á soft og Guði fyrir aftan. Já, hann er náttúrulega eftir að fara inn í Diego og taka bensín. Gunni náttúrulega fórnaði miklu tíma í bensíntökum. Davíð hlýtur að koma inn í pitt núna. Diego er alveg á... Bíddu. Hann heldur áfram. Davíð hélt, er það aftur ekki honum? Já. Hvað er hann að gera? Er ég að horfa á rétt með aftur ekki hann? Já, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Það er bara millimetr eftir af hvítulinni. Hann er ekkert að fara að klára hann að ringa hans og lendi í vesenu sko. Það er eins lítið strikki eins og hugsa skettur. Við skulum bara elda hann á þessu ring. Það verður fróðlegt að sjá hverju millitíminn hans verða. Nú er þetta ekki búið. Það er bara búið. Það er ekkert hvístir leikur. Það er bara að fara að springa á hverju sekundu hérna sko. Það er að vísu eftir updateið sem kom seinast að þá springa dekkin ekki eins og þau gerðu. En það er samt stór hættulegt í beigjum. Já, missir alveg töluvert grip sko, en þetta er ekki svona eins og þetta var í fyrir updateið sem að... Þarna drifst hann svolítið. Og sjáðu, byrjar að slæta. Það verður bara að sjá millitíminn sem kemur. Já, nú er fyrir að smá beina kabla. Þá verður áhvert að sjá, herðu. Snýr. Þetta bara... Ég skal segja ykkur það, ég bara var ekki að horfa á dekkin. Herðu, mér sýnist nú Ívar að vera að gera nákvæmlega sama. Já, þeir eru báðir dekkjalausir. Ekki að jókímið, Ívar er líka komin alveg í rautt. Askar í þessari, hann 2 sekúndur hægari á þessu hring. Ívar nú þegar. Hálfbrautin eftir. Ég skal segja ykkur það. Já, getið leitt aukatöki orð. Við erum að tapa hellingstíma sko. En það spurning hvort þeir ætti þá að reyna að taka bara 1 medium stundi viðbót og klára þetta á næstu dekkjum. Það hlýtur eiginlega að vera því okkur eru að pína sig svona. Það hlýtur að vera planið þeirra sko. Kláraði það þegar að taka 14 hringja medium.
Gunni bara kominn núna sko. Hann Já. bara rétt fyrir aftan hann sko. Já, og ég var í pitt, þá fyrir Davíð í pitt, þetta er náttúrulega sömu strategíinni, Þetta er langt pitstop sem þeir eru að taka. mjög langt pitstop. Þeir þurfa að skipta dekk. Og það verður mjög forvöld að sjá hvað dekk þau fara út á. Þeir hljóta að fara á medium. Davíð þarf að skipta dekk, hann þarf að fylla á bílinn og hann þarf að gera við skemmtina aðra. Ég skal segja ykkur það. Það er bara einn drama og allt að gerast á Ítalíu. Það er eitthvað í vatninu. Pasta er ekstra gott á Ítalíu. Það vita þeir sem farið að hafa. Kári komin í 3. seti, en eitthvað sem það er bara svo erfitt að segja raunsætin fyrir allir búin að taka sér síðansta pitt. Nákvæmlega. Gunni þarf að pitta og það er spurning hvað hann gerði með bensíni, hvort hann þurfi að taka líka bensín. Gunni þarf að láta að telja sko núna. En á hvað dekki fóru þeir út? Við glemdum alveg að fylgjast með. Þetta er alltaf, hann er hérna. Ívar, já, Ívar er medium. með medium. Þeir keyra þetta til enda. Já, þeir Það gera líka, þetta til já, þetta. já. Og það er 30. Gunni þarf að keyra ansi hratt. Því að hann á eftir hann geti náttúrulega farið líka bara á medium. Hann á bara 1 stopp eftir. Já, það eru 33 sekundur hann á milli þeirra. Það gæti verið nóg til þess að þeir ná honum, sko. Já, það gæti verið nóg. Það er einmitt þetta skemmtilega sem við erum spenntir að sjá því að Gunni er búinn að taka pittinn. Hvernig spilast úr þessu? Hann misti náttúrulega 5-6 sekundur hann Davíð Rúnar. Það var held ég svona nokkuð fórskotið hans. Þannig að þetta verður mjög áhugavert. Davíð Rúnar sýndist mér að blikka ljósinu, sennilega vill fara að komast fram hjá Diego eins hratt og mögulegt er. Það er ekki bara bíllinn að gera eitthvað átó. Það getur líka verið, sko. Hann hefur ekkert erindi að reyfjast þess að fara fram úr. Ekki strax, nei. Diego er náttúrulega að berjast líka sæti. Já, vissulega. Hann er á glæmi í medium-dekkjum líka og er tæknilega að sé á hvernig þessu staðinu núna bara undan Davíð. Hefur enga ástæð til að gera neitt annan að berjast við hann. Akkurat. Þannig að þetta geti líka Davíð. Ja, mun tefja hann. Ég er alltaf leiðin að segja það. Erum við að tala um það að við sem erum að fara að sjá nýjan sigurvegari í úrvalsdeildinni í fyrsta skiptið á þessu tímabili? Það gæti bara farið þannig. Já, og telur þá Davíð ekki sem sigurvegara. Nýjan sigurvegari í fyrsta skipti? Já, nýjan sigurvegari. Davíð er búinn að vera sigurvegari öll hinn skipti. Já, það geti bara farið svo. Það er allavega núna fyrsta skipti síðan fyrstu keppninni sem þetta var eiginlega bara ekki borðleikandi. Síðustu 3 ár það var svolítið borðleikandi fyrir Davíð. Já, stungið af og við höfum bara verið að spá í hverju lendir í öðru seti. Sjáu að Davíð er samt að bæta sinn tíma en sinn eigin fyrsta sektor á medium-dekkinu. En já. Það sýnir hversu mikið þetta kostaði hann að vera með skemmtina aftan í meirihlutinu á softsteindinni. Einmitt. Diego er hann er líka að fá smá slipp hjá Diego í bónus. Diego er einhvern veginn að slíta slippin. Diego er líka á soft. Já, það er rétt. En hann er á soft, já, hann er á soft. Og þá er hann náttúrulega ekki, þá á hann eftir að pitta aftur, þá er hann raunverulega ekki á undan eins og ég var að segja, það er bara kolrannsöfum. Já. Hann á eftir að taka pitt. Agnar er á medium. Hver er það núna munurinn á deltanu á Davíð, eða Ívari skulum segja, Ívar er náttúrulega komin á undan Davíð Rúnari. Hver er Ívar og Gunni? Það er 31. Gunni þarf heldur betur að býta í skjaldræturnar og láta dekkin sín telja núna. Já, það verður áhugavert að sjá hvernig spilast úr þessu. Það eru svo ólíkar strategíur í gangi að Ívar að reyna allu, tekur inn í línuna. Agnar var ekkert að verja. Nei, hann er kannski vita að hann bara gæti það ekki. Hann er með slitinn dekk. Það er samt ekkert svo mikið. Nei, hún bara ekkert skilda til þess. Hann hefði alveg getað varið línuna en hann kannski vill ekki gera þetta. Hann vill frekar reyna bara að nýta sér Ívarus í slipp. Það getur verið. Og reyna kannski þá að rífa sig frá manninu fyrir aftan sig.
hann veit náttúrulega hvað Ívar er hraður. Davíð Rúnar er að detta svolítið aftur úr hérna. Það er ekki að ná að halda hópinn. Það er kannski eitthvað aðeins mismótið sitt þannig við að keyra alltaf þessar hringi með skemmtum bíl. Getur verið. Svo líka getur verið að Diego er náttúrulega bara að taka fram á Ragnarni líka sko, þannig að Davíð Rúnar er næstur. Já. Diego hafði náttúrulega dekkin. Já. Bilið á milli Davíðs Rúnars og Gunnar komið í 34 sekúndur, frá 33 ára. Já, en Ívar, ég veit menna að Ívar er núna náttúrulega, þetta stendur á milli Ívars og Gunnars. Það er ennþá, já, hvað 4 sekúndur frá Ívar í Davíð? Róbert að fara í pit. Já, Róbert að fara þetta hans niður listan núna, lítið bensín, þannig að hann þarf að taka bensín. Það var ekki bara soft, 10 hringir soft. Það minnst það líklegt, jú. Eða hvað? Nei, hann hélt áfram á medium. Hann hélt áfram á medium. 10 hringir og soft er svolítið kræft. Það er það. Það er ekkert að treysta á það. Nei, það er alveg rétt. Það þarf að kvísla dekkin mjög til. Nú er Ívar búinn að 6 álið og hann komið fram úr, hvað ég segja, backmarkarunum með hægri mönnum. Ég held að það var ekki komið 30 og... Nei, það var 31 eitthvað, það er aðeins að kosta hann sekundu. Vistu meira sagði að Davíð Rúnar fór fram úr Agnari líka, sko. Já, þetta er nú að fljótari ökumenn en Agnar, fullir vinning úr honum. Hann er að berjast sér svona í neðri hlutanum í stigatöflunni og vill ekkert vera eitthvað orsakavaldur í topprættunni. Nei, akkurat. Spurning hvort að Gunni taki einn hring í viðbót og fari svo í pit eða hvort hann skættir sig núna. Ég held að hann taki annan hring. Hann tekur einn hring. Ég held að hann taki einn í viðbót. Já, ég held að. Já, þó, það er ekki 9 hringi eftir, nei, hann 10 núna, já. Hann tekur einn í viðbót og svo fyrir hann. Já. Hann var með hvað það gerði áðan. Hann, wow, það er nú samt strikið fór niður hratt þarna. Hann er nú ekki mikið eftir að Gunni. Hann gæti litið sama og Davíð áðan. Þetta gæti endað með alveg svaka baráttu fyrsta sætið. Fyrstu 4, fyrstu 5. Já, núna fyrir Kári í pittinn. Þeir kom allir út á undan honum. Hannes líka. Hannes fyrir inn. Hannes er mikið neitt bensín, sko. Ekki Gunni heldur, þeir þurfa að vera lengi í pitt. Skoðum aðeins Gunna, þeim dekkina sér, þeir voru búin rétt á hann. Nei. Hann er alveg að klára þennan hring. Já, ég held að hann sé alveg nokkuð safe, sko. Það þarf aðeins að passa sig en, þú veist, hann þarf ekki að gera hægt, fattar við hann. Það þarf að vera aðeins meðvitaður um að En hún eru bara hann er komin á low status hann að öðrum einn. Já, og núna erum við bara komið með þvílíkan slag hérna þriðja sætið í rauninni á milli Ívars, Diego og Davíðs Rúnars. Já, það er bara allt að gerast. Ævar Diego á mjúkum dekkjum. Ívar ver. Nei, vá! Var þetta ekki mikið? Ég sá ekki hvað gerðist, sko. Nei, Ívar fór bara yfir pulsuna. Ég bara spæði hvort hann myndi fá tímarefsingu. Þetta var mjög... Hann lítur ekki út fyrir það, hann er ekki komin ennþá. Ég held að hann hefði sneitt of mikið þarna. Ég held að hann hoppaði bara bílinn út af pulsunni, sko. Ævar að reyna að taka hérna... Já, sætla, hann er bara hérna fastur að milli í súkuruna, sko. Já, hann ætlaði að hjálpa honum. Davíð næra þó kannski ekki fram úr því að Ævar fær hraðan hans Ívars. Nú fyrir Gunni í pitt, hann er með 30 sekúndur rúmar á Jökul í öðru sæti. Það er gaman að sjá hvað hann kemur út. Hann er með ekkert bensín eftir hann Gunni. Nei. 1 lítir. 1 lítra, rétt svo. Sjáu þetta. Þetta er rosalegt. Þarna er bara Diego ekkert hægari af því hann er fær slippinn. Já, og er með softdæk. Þau eru í síðustu beginni og Gunni er að taka bensín. Nú eru gaman að sjá hvað hann dettur í röðina. Gunni verður að vísa á softdekki mæntanlega. Hann lítur að fara aftur á softdekkin. Já, hann fyrir aftur á soft og út. kemur hérna. Jökull er fram á honum. En er Jökull með dekkinn til þess að klára? Veit það ekki, ég ætla að fylgjast Já, fylgjast með þessu, að sjálfsögðu.
Davíð Rúnar er komin hérna. Nei, ég hugsa ekki. Nei, vá, þetta var... Jökull þarf að fara í pit. Það er heiðarlega tilraun. En Gunni er komin út hérna fyrir framan Davíð Rúnar og Ívar. Og þetta er samt... Og hann er á mjúkum dekkjum. Hvað stutt í þá? Já. 3 sekúndur. Já. Og Jökull þarf að fara í bara pit núna eftir þennan hring. Hann er að vera bensínlaus. Hann náði þessu. Vá! Vá! Þetta var klassa divebomb þarna. Þetta var geggjað. Ekkert kontakt eða neitt. Lét ekki telja. Gunni kom fram úr jökli. Ívar farin út af. Gunni kom fram í jökli. Jökull gerði hann smá mistök. Dansaði smá í sandinum. Þar leiði fyrir Gunni miklu meira drive í beginni og skjötaði sér fram úr komin í 5. sæti og í góðum málum á nætti soft og hætti. Diego ennþá alveg allavega tóringi eftir á dekkjum. Já. Það hjálpar Gunna. Diego haldi aftur að Davíð. Hann er náttúrulega ekkert hægur hann Diego. Kannski bara hjálpa Davíð. Fá slip hann fyrir Jökull. Nei, og herðu, já, Diego líka. Ég sá það rétt. Já, ok. Og nú er það bara komið. Nú er þetta topparáttan. Þá er það bara, þetta verður spennandi að sjá. Eru Súbrunnar að fara að ná að vera nógu hraðar til þess að ná Gunna á softdekkinu? 2,8 sekúndum. Það var fyrir því að komast bara í slipfæri, þannig að hann hefur ekkert til að hjálpa sér. Ekki nema Ívar Böndvarsson. Það er 3 sekúndur undan milli. Það er að fara lækandi, en það er á beinuköflunum. Það breytist allt á beygjuköflunum. Já. Davíð Rúnar er komið hraðastar hring. Vá, við tókum ekki svona eftir því. Já, rætt. Á medium. Já, Á medium. medium. Já. Þá, þú þarft ekki eitthvað, sérðu hvernig náði að fara í 45 á medium? Ég sá hann gera 45 medium. Vá! Einmitt á kjöraðstæður með akkurat bensín á táknum. Maður veit að hann getur þetta. Hann er náttúrulega núna alveg útofnu. Það verður áhvert að sjá núna einmitt þau taka eftir að Ascari hvað hann dregur mikið á og svo kemur parabolikan og hvað verður bilið 3 sekúndur núna þegar þið fara inn í fyrstu beygjunar eftir parabolikuna. Gunni slítur sig aðeins frá þarna. Hann hefur alltaf gert það. Þetta lítur rosalega vel út fyrir Gunna. Já. Já, hann er náttúrulega á glænýjum soft-tútum og þú veist, no grip og auðbraut, enginn að pressa, þannig að hann getur bara sett hausinn niður og fókuserað og bara, þú veist, fókuserað á góða tíma. Hann jók forskoti á beinægarkaflanum, raun og veru. Þetta er alltaf, Súbaran er núna að draga á hann. Seinni partina þessu löngu kafla. Þetta er náttúrulega ekki nóg. Hann bætti sig, hann var akkurat á 3.0, nú er hann 3.1 og nú er hann náttúrulega konar kafla sem hann getur hugsanlega aðeins bætt í forskoti. Já. Sjáu það. Hoppaði með 100 Það er náttúrulega hraðara uppgrip út úr beigunum á softdekkjunum. Akkurat. Það er líka ástæðan að hann náði svona rosalega góð jump á hann í startinu. Það var ekki bara það að Súbran er léleg í startinu, hann var náttúrulega á softdekkjum á móti medium, þannig að hann var með miklu meira grip. Hérna er einhver smá slagur í Hannes á móti Diego. Robby í 4. seti. Kári í 5. Já, flott sjá honum. Þessi er allir búin að pitta, eða ekki? Jú, það hlýtur að vera. Jú, ég hugsa allir sér búin að pitta núna sem að þurfa að pitta. Já. Fimm sekúndur í Kára, þá ætti ekki vera nóg. Kári ætti ekki að þurfa ágjör af Diego. Hannes, hann er í baráttu. Já, á móti Ævari. Já. Báðir á eins bílum, eða samskonar bílum. Barátta á milli Guffa og Jónæs, þeir gera smá saman og Agnar í 10., 11. og 12. sæti. Jónæs var að gera mistök og misti á báða fram á sér. Guffa soft. Jónæs fór aftur á hard. Já. Dimmi, hann er búinn að vera ykkur skakavöllum í dag. Þetta er ólíkt honum. Já. Þetta er bara keppni sem hann gleyma
væntanlega. Davíð Rúnar er ekki að sækja Gunna. Nákvæmlega sami munurinn. En Gunni er ekkert að draga hann heldur. Nei, Davíð er ekkert að sækja á Gunna. Nei, þeir Nei, hann er ekkert að skilja, hann er ekki að skilja hann eftir heldur. Nei, það er búið að vera eins. Kannski að Kári er að draga á Robba. Það virðist að vera mest í slagurinn núna að vera Hannes og Diego. Já. Ári er á soft og Robby er á medium, þannig að það gæti eitthvað gerst þar hugsanlega. Hannes er soft og Diego er líka soft. Það fór eins og seint, það hann lítur að vera soft að það er ekkert að skoða það. Býninu hérna. Hann er svolítið vitlaust, bremsa aðeins og seint hérna. Já. Og er þá búinn að kúpla sig út úr þessu slag. Já. Við kíkja hérna hvernig gengur með, já, hann er búinn að auka nú svolítið bilið hann Gunni núna. Já, hann er að sigla sig heim. Þetta spilaðist vel fyrir Gunnar. Þessi skemmt sem hann í Davíð Rúnar fékk, þetta er búinn að vera, það var einmitt, hann tapaði og að taka hann aukarhring á sprungnu dekki. Já, það var slatt á því sko. Já. Ég held að hann hafi tapað meira en því heldur en skemmtinni sko. En það var hálf sekúndu hring á skemmtinni. Já. Þannig að það voru kannski 3-4 sekúndur og svo þegar hann út af það voru aðrar einhverjar 6 sekúndur. Það segir okkur það að ef að Hannes hefði ekki keyrt aftan á Davíð Rúnar þá gæti Davíð Rúnar verið í mögulegri stöðu að vera mikið nærði að vera í sigursæti. En hvað gerist hérna? Hérna er Gunni búinn að gera einhverjar fleipurgar einlega og búinn að minnka bilið alveg svakalega. Það eru 4 hringir eftir. Nei, 5 hringir eftir. Jú. 4 eftir, já. Þetta er ennþá rúmar 3 sekúndur, þannig að komið í 3,4, þannig að þetta er nokkuð steady. Gunni þarf alltaf haus. Algjörlega. Bílið komið undir 3 núna. Ja, maður er svo lengi að jafna sig á mistökum. Það eru svo langi kaflar að eitt exit, sko, það telur svo rosalega langan kafla. Já. Gunni er búinn að auka við þetta aftur. Það var að koma úr kafla sem er mjög góður fyrir softdekkin. Já, já. Ingi, þú kannski lætur vita að það verður einhver slagur annars stóra brautinni. Ég ætla allavega eins og er að fylgjast bara með honum Gunnar. Já. Er Kári að sækja á Robba? Já, Kári er svona bara eiginlega búinn að ná Robba. Hann er 0,7 fyrir aftan hann. Já, ég hef ekki að skoða það, kannski. Kíkjum hérna. Já. Kíkjum Kára. Robby farin að keyra svona svolítið defensive þarna. Að loka innri línunum. Það er mikilvægt fyrir Kára að reyna að komast í slipin núna því að ef hann kemst ekki í slipin sem hann er ekki í þá það er geggjuðu exitið hérna. Heyrir samt út úr slipinu. Akkur þetta var skrítið. Yellow flag. Yellow flag. Hvað er að gerast? Það hefur verið Davíð. Það hefur verið Davíð. Davíð hefur pressað allt of mikið og er búinn að tapa möguleikunum á fyrsta sæti, ekki nema Gunni lendi í ykkur. Já, nú getur bara Gunni siglt þessu rólega heim. Hann á eftir 2,5 hring. Ívar kom í skottið á liðsfélaga sínum. Þetta er alveg Já, Ingi, þú verður að kíkja eitthvað á búnaðinn heima hjá þér eftir. Þetta er Kíkjum að svo Robba á Kára. Já. Ég hef ekki trú að liðsfélagin er eftir að slást mikið. Það er svona klúðra keppni fyrir hvern annan. Þarna hins vegar er Kári alltaf að gera allt sem hann getur til þess að komast fram fyrir Robba. Robba er að keyra gríðarlega vel.
Kári núna í kjölsóðinu. Já, Hann í kjölsóðinu. inn og út. Korvettan bara með svo góðan endarhraða, hann að nálgast hann í beigjunum. Svo þegar Korvettan kemst á beinu kaflana þá það eins og hann bara síi áfram þó að Kári sem betri. Svo. Hann keyrir ekki í kjölsóðinu, hann leyfir bara að Robba að taka það af sér. Já, ég verð nú viðurkenna það er svona frekar undarlegt. Já. Það verður ekki margir sensar í viðbót fyrir að Kára að gera eitthvað. Við erum komin á næsta einasta hringinn. Dekkin í að báðum byrja að gefa sig og það er þá helst bara að mistök eiga sér stað þegar dekkin fara að vera svona slæm. Það er erfitt að taka þessa beigjur og taka sjensa þegar dekkin er orðin tæp. Sér ykkur komið með hraðasta hring? Já, sætt, Diego. Vel gert hjá Diego. Mjög vel gert. Bílið hans að aukast á milli Ívars og Davís. Robby hugsaði að skrika hann aðeins til. Nei, hann hefur bara verið, það hefur ekki verið mikið. Kári er á soft. Já. Við erum komin á seinasta hring. Það er svo lítið að gerast hérna núna á brautinni að við munum bara fá að fylgjast með Sigurvegari að koma í gegnum markið. Það er ágætis tilbreyting. Já. En Davíð er alltaf bara að stinga svo mikið af að það hefur ekki verið spennandi að vera að setja hann mikið í mynd. Það hefur verið nóg að gera á brautinni annars þar. Hann hefur fengið mikinn skjáttíma núna. Já. Gunni á þetta fyllilega skilið að fá skjáttíma. Hann er búinn að gera gríðarlega vel í dag. Ég man ekki eftir að hann gerði nein mistök. Ég man ekki eftir að hann hafi fengið tímaræfsingu eða skemmt. Hann veist að hann var að keyra sitt race frá upphafi til enda. Það var skilunum hann að glæsilegu fyrsta sæti. Já, nákvæmlega. Kemur við fyrir metajöfnun hjá Davíð Rúnari. Já. Kári er erfist glaður með þetta. Það eiga metið að hafa unnið 5 keppnir í röð. Aðeins lengur að minnsta kosti. Já, akkurat. Já, þetta er búin að vera solid keppni og Gunna, flottur akstur. Stórglæsilegt. Hún er hann bara að slá af og bara taka í rólega. Bara komast í gegnum markið. Hann liggur ekkert á fyrir hann. Það ætlum ekki að fara að snúa sér hann í síðustu beiginni. Hér kemur hann Gunni í gegnum markið í fyrsta sæti. Fyrsti sigurinn á svo tímabilið. Innilega til hamingju það. Glæsilegt. Davíð Rúnar kemur hérna í öðru sæti. Og Ívar í þriðja. Virkilega vel ekki þegar hann líka. Þetta kemur svolítið óvart. Það voru náttúrulega við vorum allir búin að spá að Supran. Þetta er Superbraut. Það koma Róbert og Kári saman í 4. og 5. Diego í 7. með hraðasta hring líka. Hannes í 7. Jökull kemur í 8. sæti. Guffi í 9. Já. Topp 10 fyrir Guffa. Vel gert hjá honum. Agnar samt að gera mikla pressu. En hann, Guffi er að halda þessu. Agnar hérna í 10. sæti. Hafsteinn kemur í 11. sæti. Og strax eftir hún kemur Dimmi. Dimmi er búinn að vinna sig upp. Hann Jónægir rekur svo lestina á hard-strategíunum sinni. Hard. Hann greinilega ekki alveg að virka. Nei. Óvenjulegt að sjá Jónægir í seinasta sæti. Það er eitthvað sem maður sér ekki oft. Nei, ég leyfi mér að fullyrða að það mun ekki gerast aftur á allan fyrir jól. Sjáum að Gunni hérna fyrir upp 3 sæti.
miðað við tímatöku. Hann tók eiginlega braut á fyrstu beygju. Já, reyndar. Það er að segja myndar replay. Hann hefur alveg náð mjög góðu starti og þetta skiptir mjög miklu máli fyrir hann náði að halda eftir að Davíð alla fyrstu hluta brautarinnar, eða keppninnar, þannig að fer inn. Þetta hefur líka verið lykilatriði fyrir Gunna að halda aftur að Davíð fyrsta stintið á soft. Að Davíð náði ekki að fá fría braut og bara búið til þessi forskot eins og hann hefur gert í öðrum keppnum hingað til. Akkurat. Þannig að þetta var krúsjál start, myndi ég segja. Sko við talaðum að við minnst á þetta Ingi að þú vinnur ekki brautar á fyrstu beygju en það er hægt að vinna greinlega keppnir held í startinu sko, á fyrstu metrunum. Já, þú getur alltaf að koma þér í mjög góða stöðu til að klára keppnina en já, Svo gróflega, stundum ekki. Þetta hefur verið lykilatriði fyrir Gunna að halda aftur að Davíð og sem að tókst hjá honum því að Davíð hann hefur fengið bara fría braut og hann teygt forskotið. Hann var náttúrulega á medium Davíð, þá má hann náttúrulega líka, ég má ekki gleyma því að Gunni var soft og kannski verið strategíupælingar líka þarna sem spiluðu inn í. Já, þetta var mjög áhugavert. Þetta var mjög áhugavert. Þetta var mjög áhugavert. Þetta voru bara gaman að sjá hvernig mismunandi dekkjastrategíur voru notaðar bara þvers og kruss alls þar. Þetta var blanda af medium og soft, nema Gunni og Hannes sem tóku soft, eða sérst, bara soft. Og þar lendi auka stopp. En Gunni komst upp með það. Keyrði eitt hring alltaf bara á felgunni. Já, ekki eins mikið á felgunni og Elko breiðunni samt. Nei. Þeir fóru alveg á felgunna báðir á sama hringnum. Já. Einn hringur og mikið, þetta ætlar að verða mörgum að falli þetta season. Það er líka bara ákveðið fegur í því að menn eru þá að reyna að keyra til þess ítrasta. Þeir eru að reyna að íta bílnum og dekkjunum og öllu sem ég geta, kreista allt sem ég geta úr bílnum og ekki vera að spila eitthvað safe, heldur að keyra on the edge eða ekki slettuna og það er bara gott og vel og það náða að vera í úrvalsdeildinni. En svo er bara minnum við á að keppna morgun. Það er fyrsta deildin og opnardeildin er á morgun á Monza og við vonumst til að sjá sem flesta á skjánum, við skjáum á morgun eða fréttadagur. Og svo er það næsta keppni eftir 2 vikur á Red Bull Ring. Er það ekki rétt minna hjá mér, Ingi? Passar Red Bull Ring á Radical sem er svona opinn einhvers konar bíl. Ég kann ekki að flokka hann. En hann er víst skemmtilegur. Já, ég er ekki búinn að máta hann. Hlakka til og ef ekki bara segja þetta gott þá í kvöld og ég þakka fyrir mig. Takk hérlega fyrir mig. Hann Danni þakka líka fyrir sig. Hann er að hoppa frá, komin inn í tækniherbyggi og fyrir hans hönd segi ég bara takk líka og verið sæla sinni.